Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 10. júní og FM 95 Blöður hafi göngu sína á þessum yndislega föstudegi. Ég verð að gefa Mötley Crüe það, ég veit ekki hvað með þetta lag en ég fer alltaf í gírinn okkur með einasta föstudegi hérna. Þegar þetta byrjar, það fulli bátur, Auðun Blöndaleiti og sitt í mínu sæti. Beint á móti mér sitja fyrirliðin og varafyrirliðin, sýnist þeir báðir verið í góðu skapi. Ég ætla að byrja á fyrirliðanum. Hvernig er fyrirliðin í dag? Ég hef bara aldrei verið betri held ég. Tjöfullega gott að heyra það maður. Nýr. Já, þú ert brosandi. Já, vel greittur. Já, takk. Lítur vel út. Þetta Ekki bóðið. Ég ætla að hrósa núna. Steindi, Já. þú lítur líka mjög vel út. Varafyrirliðin, hvernig Já, er Steindi með yfirvaraskeggi Já, hann er búin að vera með það helviti lengi núna. Geðveikt yfirvaraskeggi. Hellingur að gerast heima hjá honum. Já, konan er brálið þetta og eins og ég sagt sko, ég er bara, þú veist, stemningsmaður, ég minna Nei, ég er ekki, þetta er ekki fast lúk. Ég var með þess að hugsa að fara að bráðum að Það ferði vel. Já. En ertu fyllandi góður og fróðandi fínt? Alls ekki taka þetta af. Sko, ég hef aldrei Þetta er ruglað. Já, ég er með alls konar í gangi. Ég var að spá ég að safna skeggi líka. Það er svo meiri vetur og haust. Nei. Í haust Var það ekki á bucketlistanniðinum að safna skeggi eitt ár? Jó, 1 ár. Ég hef aldrei safna Ég sé skeggi 1 ár. blásum það af. Nei. Blásum það koncept af. Nei, Hann er frekar að læra píanóið af hvað sem þetta var þetta sem þú ætlar að gera á bucketlistanniðinum. Ég ætlaði að gera það líka. Og haldi mér haldarum í 5 mínútur. Og læra Ekki spansku. leika er að gera hestljótan í ár, Steindi. Akkur segir ekki hestljótur. Þetta er alveg huggulegur, bara mjög huggulegur náðungi. Nei, þú veist það sko að nú eru fullt af mönnum sem hafa safnaði skeggi í 1 ár og miklu Það er meira. menn sem gera það sexy, trimma það og gera það. Þú ætla bara að safna ykkur skeggi og En verður... það er mjög misjant með menn. Sumum mönnum fer miklu betur að vera með skegg Já. og öðrum ekki. Já, Þannig að ég veit ekki einn af þeim, Steindi. Ég var nú Við samt að veitum það ekki fyrir að reyna Já, það. ég veit Ég hef Ég ætla aldrei að gefa gert þessu það. séns. Ég hef aldrei safnað Þú skeggi 1 voru ár. ógæstlegur þannig. Nei, Og nú ertu mjög huggulegur. Þú getur ekki sagt það. Þú ert með skegg, ég var að skegg. Ég hef Geggjað hár. aldrei safnað skeggi. Ég hef safnað skeggi í svona mesta sem ég hef safnað skeggistrákar örugglega í svona kannski 2-3 mánuði. Já, þú varst með það alveg í smá tíma með þess Já, en Þú ég- varst þarna með Björka Tóra-lukkið. Já, en maður Það var trimmaði þetta geðveikt lúk, sko. Maður Já, það var trimmaði með það. skegg. Já, það var samt. Maður hélt í við, sko. Maður Þú hélt í er við. aldrei verið með skegg Egill. Vext þér ekki skegg eða? Já, ég rakam bara á 4. fresti, sko. Ég er ekki... En hvernig væri þú Ekki myndir hellisbúið, safna þig? Ef þú myndir safna þig, Ég er ekki hellisbúið. eru skallablettir? Nei. Ég er með þannig. Ég var til að sjá þig með skegg. Ég er bara með skallabletti, sko. Já, ég er með svona Ég sé þig setja hérna maskara í það. Ná, ég sko, Það var veit helviti þið hvað? sorglegt sko. Ég er með svona Það er rótsagar. svo drosalt. Gera dekkjur það. Nei, það tekur mig. Mér finnst það flott. Ég Já. hort á þig dekkjaðast. Já, en það tekur mig, Það já, er ég rosalegt. fyrir tökur, en það tekur mig strókar svona 2 mánuði, þú veist, ég safna skeggi og svo þarf ég að safna yfir, þú veist, ég er ekkert allur, þú veist, ég er ekki En með áður að þéttarót. kemur yfir, þá ertu að setja maskara. Nei, Nú, þú ert bara að akkur- segja. Það er Ég hef hort á þig gera það. ekki það skammast yfir það, Steindi. Nei, Ég- bara Það er bara tökum og baller svo. move, sko. Ertu að segja ég sé að ljúga hlustundur? Nei, þú ert ekkert að því, sko, Sé en ég, þú ert svona, þannig að- þetta er svona kvítli. Nei, ég hef hort á þig ekki. En sko- Þetta skammast því fyrir það. Nei, ekki. Ég ætla ekki að vera að koma eitthvað upp við Nei, þig. þú Björka varst ekki Tórmyndin. Já, hún er ekki ekki. Það er rosa lúk það sko. Guð minn góð. Ég var til að sjá þig safna skegg Egill. Ég veist, en málega með það er að langa. Eitthvað nýtt lúk. Þetta er bara eitthvað Steindi Hvernig var þú myndir rakaði sköllóttan Egill Já. og safna skeggi? Já, ég get alveg Geggjaður. Ég myndi þá að fá, þú veist, greiða mig fyrir það, sko, ekki það ekki frítt, sko. En eru þið straka fartir að grána? Þið safnið skeggi, eru þið allir gráður? Ég byrjaði að fá grátt í skeggi sko. Ég líka. Ekki segja Mér finnst það svolítið flott, sko. Vonandi sé fyrst, sko, mér finnst það sexy look, sko. En mér- Langar þetta Mourinho, gráa hár, koncept, sko, það er geðveikt. Ég náttúrulega fæ ekki grá. Jú, ég fæ. Er ég byrjað? Þetta er Ég sé það ekki. rosalegt Er ég byrjað að look fá? hérna. Já, þetta er rosaleg mynd að steina sko. En meira en þetta, Já. þá ættum við vel til álur viðbjóður, held ég, sko. Já, en sko- Þannig ertu geggjað. En máli er að Nefnir á bringu og... Þetta er rosaleg mynd. Fyrir hvað, þessi mynd var tekið fyrir eitthvað app sem voru að Já, gera. og app sem Og með ég og bling Óli T líka. Ég og Óli T vinnum við kerum í app sem er ennþá í gangi, sko. Fólk Já. getur ennþá að fara á hanga. Hvað app er það? Hvaða app er það? Ég er Hvað búin að meinarðu? gleyma hvað heitir. Ha? Já. Segðu bara hvað Strákar, heitir, ekki fá þetta kass, gengur það var ekki. kassa. Það er app sem heitir Nei, ég hef aldrei fikið kass fyrir það. Þetta er bara app sem við Já, það er ekki þetta kass. gekk út á að leggja inn pening samt ekki. Nei, það er app sem heitir The Top List. Já, Og topplistin. þetta er til, þú getur og náðu þetta í App Store eða Play Og Store hvað eða- er konceptið þarna? Konseptið er þannig að þú ferð sér satt inn í appið The Top List og þú skrifa bara hvað sem þú vilt heita og allt þetta og tengir í gegnum Facebook og svona og þetta snýst þú veist að þú veist, hefur aldrei langað að vera nummer 1 í heiminum bestur, Jó, þú veist, það er engin betra en þú Og loft langa. Já, hvað er þetta? Ok, þetta snýst að þú veist að safna top dollars sem er bara gjaldmiðl í leiknum sem kostar ekki neitt, hann er bara frýr og ef þú átt flesta top dollars þá ertu nummer 1
þá ertu bestur. Skrítið þetta hafi ekki farið á flug þetta. Ég skil ekki neitt sko. Hvað meinur þú? Ég get ekki útsett fyrir núna hvað þetta snýr sko. Jú, hvað meinur þú? Nei, þetta er mjög flókið sko. Nei. Þið tókum nú eitthvað svaða stressið daginn með apabóluna, hún er mætt. Það kom inn á vísi. Apabóla mætt til Íslands. Þetta er búin að fara apabólu check, Steindór. Býtu, er ekki kostunum við þetta? Maður sér ef einhverju með þetta? Það eru bara 2 með þetta. Þetta er svona mikið kringu penisinn sko. Nei, þetta er inni face og body. Þetta er allstað. Þetta byrjar átt kringu penis, en ef þú gerir niður þau, Steindór, þá sjáum við held ég með apabólu. Er það þannig þetta? Allar þá lapp út í krónu og vera bara, gerði þið niður um ykkur. Ég var að sjá hverju með apabóluna þetta. Ég get ekki farið. Ég ætla ekki að reyna að senast að þetta. Má sjá að þessu. Má sjá það penisinn núna. En ertu að reyna að vera fyndin að byrja þetta það? Nei, þetta byrjar yfirleitt. En fer svo í andlit og hendurnar. Og síðan eskjulir þetta út frá því sko. Ok, ég las að þetta byrjaði í feysinu og farið neðar og vinnið sér alveg niður og farið út Ég er bara ekki nefnt að lesa þetta sko. Þetta byrjar kannski í feysinu út í munnmögum. Þá kannski byrjar þetta þar sko. Ég sá bara Þórólfur, okkar besti maður. King Þórólfur. Já, hann var mættur aftur. Hann er komin úr retirement. Við báðum að fá hann tilbaka. Hann var sóttur með þyrlu á his ranch. En apabóla We need you back. Var hann sóttur á bara búgarinn? Já, hann var hættur. Hann mætti með síkó aftur í vinnuna. Það er vídeo á hann þar sem hann bara lappar út af búgarðinu sínum, setur á sér reybandinn, rettun og hoppar upp í þyrluna. He's back. Það var hættur sko. Og hún segi öllum að vera hættur sko. Svo er rosalegt sko. Ég sá okkur að greinum apabóluna núna bara á Facebook. Þú veist, einhver svona vísisgrein og svona kommentin að lifa allir brjálaðir sko. Út í hann sko, eins og hans er mættu með hann. Allir brjála, allir bara taktu þessa apabólu bara taktu þessa apabólu bara til þín sjálfur apaprikið, þetta var alveg svona maður alveg bara, heyrðu hann var hringt í hann, hann var spurður apabólan, ablaðamanni, Páttið hann bara, já, hún er mætt sér satt og hann er ekki með, hann kom ekki með hana sko. Þetta er ekki honum að kenna sko. Kemur alltaf mynd á honum greinu og svo bara apabólan mætti landsins. Hann andlitið á hann tengist neikvæðan fréttum en þú veist, þetta er ekki hann, það er ekki honum að kenna. Kom í blöðkastið, þetta er topp maður. Já, en apabólin mætt, Þetta verða þjóðatíð núna. Hann? Já, hann elskar þjóðatíð og hann ef einhver skilið að fara á þjóðatíð og hella hans í sig og slaka hans á og þá er það King Þór. Ég voni sjá hann í pollagalónum ofuröld. Eina sem að ég verða að taka, þið voru með stress hérna daginn að við verðum að fara í another pandemic. Það er einhvern veginn allir silkislagir yfir þessu sko. Nei, málið þeir voru aðeins svo svartinn. Þú ert að verða jafn svartinn og steindi. En mannslu janúar 2020 þegar COVID byrjaði það var ekkert stress fyrir í mars og allt hitti fenn sko. Ekki fagna strax sko. Viltu meina apabólan eigi eftir að hitta fenn? Ég veit, núna erum við í janúar 2020 það með við að tala COVID og með við var ekkert að panika. Hvernig kom panikið? Mars. Það má ekki heldur gleyma því að apabólan hún smitast líka með í loftinu. Nei, ég er náttúrulega hvergi hefst með drópum. Þetta er akkurat ástæðan fyrir eins og með COVID og annað. Það er svona rasshaus og þú, Steffi Þú byrjar að butta með rassgötu og sérstaklega útastætti sem er nágættis hlust. Hættu þessu kaffa. Í fyrsta lagi sagði Egill þessi típa í fyrsta lagi það er vest í þessu. Þetta er bara airborne. Ertu rugglaður? Þetta smitast með kynlífi. Egill sagði mér að þetta var airborne og hann sagði við vorum bara að velta steinum síðan. Hann sagði okkur að tveimur. Herðu, ég er wrongfully accused. Þú ert að auðsa yfir mig núna í útvarpinu bara, og það er fólk að hlusta lesta við þetta kemur með bara loftinu sko. Nei, sérfrænga sem þetta kemur eftir kynlífi. Við vitum meir þetta núna síðan. Lestu samt greina, hann sagði með munnvatni. Já, með munnvatni, ok, sleftu sleik. Nei, ég segi, ef einhver kemur þetta og segir það var fyrir síðan og frustar á þig. Já, ég hef ekki talað við neitt svona. Nei, ef einhver kemur og segir bara, heyrðu, maður nokkuð fæna mynda þér, þá ertu kannski komið með apabólu. Það ertu í skróla. Nei, ég var að frusta. Ég er að skóla. Veitu hvað er mikið að liði sem er eitthvað að næja á sér neglurnar og ítar og takk í liftu. Málega það, við erum að segja, svona eftir að stökkbreytast 4 sinnum, við erum að segja það var sama chilli líka fyrir hinu sko. Við erum ekki að hræða fólk. Þú þarfst að fara málega þar sem þú ert að tala í fjölmiðlum að hætta að ljúa lið. Í fyrsta lagi er þetta eina reglu ef en ég finn blöð. Við ljúum ekki að hlusta. Erum við í fjölmiðlum? Já, þetta er ekki fjölmiðl, útastöð. Já, þú veist, hvað er þetta annað? Ég held að þessi þáttu væri svona kannski svona í svega. Nei, þetta er fjölmiðl, þetta er 957. En málega er þetta smitast aðalega við samlíf núna. Samlífið er að dreifa aðbólun sko. Samlíf, já, nákvæmlega. Þannig að ekki airborne eins og Steindi var. Ef hún nennir ekki að fá aðbóluna
Sleppti þetta samlíf í bili Þá til að þetta fer framhjá Já, það er okkar ráð Gerir bara bara svo og Riki og hristir þig Þetta hjálpar samt okkur sem eiga maga. Já, Við erum nokkuð seif, nei, ekki sé að skilja það framhjá. Samt óhlunast King Þóruli þar skoldi sko Ég má sofa á kórunum. Nei, hann er búinn að biðja um að sleppa Smitast því, með samlífi og þú ætla beint bara á bak Ekki vera að gefa Rakel eitthvað hugmyndur hvernig hún eigi að neita með næst. Ég myndi Apabólan. Ég segi bara Hlýttu Þóruli. Þetta er 6 mánaða þurrkur í Sveitabrygginu Apabólan fer, allir ferski Já, Er það ekki? en svo kom líka greinstrákar. Það var 200 COVID smitt á dag. Já, fólk, ég lest það ekki. Það er ekki að segja einhverjum trúð að það er alltaf skýtsamum COVID lengur Þú veist, ég var alltaf að skrifa þetta ég satt núna að borða með ykkur núti. Hver er ennþá að skrifa? Nei, það er rullu saman Þú veist, ég sá fólk Er ekki einhver að panikið koma því. bara, er einhver að koma svona rinnstjórnarfund? Herðu, ég meina góða grein 200 smitt 200 smið, herðu, beint í þetta. Já, ég er farin Í frétt með þetta Það er öllum skýt saman, ég er alveg sammála það. Nei, Já, fólk að skrifa Fólk moved on, sko. Við erum búin að ákveða að lifa með þessu og move the fuck on Hvað með þá að veri 6.000 smitt á morgun? Það er alltaf sama Akkur kemur ekki grein hvað er margir með kvef á Íslandi núna? Það er helviti margir með Þetta er margir bara að koma að með kvef sko Það Steindi með kvef eru komið 2 með Ég er enda búin að vera með kvef síðan ég fekk COVID. Ef út í það fyrir. Ég líka sko. Þú er ekki með COVID og flensuna og allt En það eru 2 með monkeypox Ég held að það hafi verið. á Íslandi. Já, tveir sem vita um. Ég held að þú séð með þetta Ertu með Ég sé einn af eitthvað hinum. pennustum í áðaðin einu? Væri ég þá ekki einangrunni? Nei, ég er bara að spyrja þetta Hvað þarf það að vera langa einangrinu út með? 3 vikur 3 vikur? akkur er- Hvað var hitt áttu? 5 dagar? Ekkert við sem við steindar Þurfum við bara í ekki að- mansion í tölulín Þurfum við ekki að fara að ringi fólk og sendi einangrun? Það er góða klefi. Góða klefi fyrir næsta fyrsta. Herru, ég heyrðu þú verið með apabóluna út á leiðinu einangrinu. Já, við getum sagt bara, ég var að heyra að væri hún, einhver á 3. hæðinni, þau voru alltaf að greinast með þetta og nú eru því í sömu blokk og það er búið að nota andirinn og hún vil meina hún hafi frussað á liftuna og við getum bara að senda fólki einangrun. Já, sendu fólki einum Við þurfum að taka þetta næsta Það er fyrsta. mjög gott komur og látuðu vita eftir 2 vikur að það var grín Já, það er hægstandi. Herru, við glemdum að segja þetta var símat. Hún var heima á sér í 2 vikur. Móttar út Það tekur yfirleitt svona 2-3 vikur fyrir enginn að koma í ljós, þannig að þú ert eiginlega að vera heima. Ég er engin aðbólunni Það er bólur. Já, ég veit að þú veist þú ert að logið að fólkinu í klefunum, skilur Bólur. Þú veist, ferða hérna Já, ertu að meina segja að klæja? eitthvað og hoppa upp og Nei, bara er þið bara að klæja. Gangi klukatjöldunum og eitthvað Þú verður ekki eins og api, litlu syngurum. Hangi glugga. Ekki ástæðalaus, þú farið ekki að koma í klefan. Eru þið eitthvað búin að vera að hangi gluggatjöldunum á heimilinu? Nei, ok. Það gætu að slappið sko. Ég bara fatti, það eru bara 3 þættir. Gætir að sloppið þá Það er 3 þættir eftir fyrir sumafrí. Það er þáttur núna, næsti þáttur, svo 24. júni. Svo erum við farið í sumafrí. Búljar í frí, megum ekki vinna í júli Blökasti fyrir ekki sumafrí. Nei, blökast að vera á sínum stað í Það er aldrei í júli. frí. Ef einhver er með frákvarsenginni, þá geta bara tekið blökasti. Vittu, sagðið þú ekki sjálfur að blökastið Það er aldrei frí. fer ekki einu svona þótt að það myndi hitta á jól? Ef að þriðjudagurinn aðfangadagur, ekki frí. En ef þetta væri hópjarðaför hjá mörgum fjölskyldumælum? Meðan ég er á lífi, Það er ekki frí, fer blökast Nei, aldrei frí. Nei, ok. miður. Herru, Já. Rikki og allir hérna upp frá líka bara svona, herru drengi, það er ekki þáttur næsta fyrsta, við bara hvað okkur, það er 17. júni, við bara þessi var heldur góður, við viljum vera með þátt. Já, ekki. Grenniðum og Já, aldrei, við- vinnu þetta alkarnir, þannig að það er þáttur næsta fyrsta þó þessi 17. júni, Já, svo er það þáttur segir sjálft. 24. júni og svo fyrir sumafrí. Er ekki fullt af fólki líka á 7. júni að ferðast og getur stilt inn í bílnum? Og... Já, bara stemning. það er allir on the 17. road. júni, Já, þú veist, það er það alltaf að verður flakka allt milli. vitlaust. Já, fólk er í Mosó, Hafnarfirði, Garái, færin í bæ, út að fólk er á ferðinni, sko. Já, það er fínt að vera með úrvals útastefni, ég veit nú ekki, þátturinn er kannski ekki alltaf úrvals útastefni, en við reynum okkar besta. Yfirleitt. Herru, ég fór á Top Gun í vikunni. Já, veistla Gikkt í Sambíóin og Já, horfði á okkar mann Tom veistla Cruise. inn. Það eru jafn góð og áttu Vorst í vona. vippið Sko, eða? að því að, já, ég kíkti leðrið. Já. Viðurkenni það. Af því að við ljúum ekki að hlustundum, Já. þá ætlum ég að vera alveg hreinskilin. Já Ég gef myndinni 7,7. En nú ætlum ég að svona Það var 8,6 og ég enn kom Já, ég gef henni 7,7. Ég gef síðustu 40 mínútunum í myndinni 10. Já Það er, þetta er með- Álfur síðustu Já, þetta er með, og veist, oftast er þetta þannig að myndir verða svona þreyttari þegar líður á eins og allar þess að Fast and the Furious myndir Já. og hvað heitir þetta drasl hérna, Það er þetta Thor og geðveikt, allt sko. þetta. Já, en veist, það eru alltaf langar. Ég Þessi gef, 2 og 10 já, ég Ég- gef Top Gun það Já. að síðustu svona 30-40 mínúnar eru sturglar. Þessi flugatrið og allt þetta bull er bara með því flottara sem ég sé. Ég nenni bara ekki að horfa á mynd sem er lengur en 80 mínútur, sko. Það er 80 engin mynd áætlaði 80 mynd. 90. Nei, en það horfi ég ekki að bíó. Horfðu á sofandi hálfa myndina Ég horfi ekki að bíómyndir. Já, ég legg mig í bíó, ég veit ekki náðuleg. En maður fær góða kríu. En þættir eru 20-40, sumi 60. En þú veist,
Þetta henda mig betur. En ég mæli með að fólk fara á myndina. Ég er sko. Þó var ekki nema bara til að segja síðustu fyrir. Þú óttar endur eftir að dýrketi var á fyrstu sekundegi. Í rauninni, fyrsti hálftímins 40 mínúnar. Það er basically eins og sért að horfa á upprunalegu Top Gun myndina 40 mínútur setna, nema þeir fara ekki í blag, þeir fara í rubbi, hann er á mótuhjólunu á sama hrað og þótaðan og allt svona. Sumt að það er svona pínugrilla, en myndin ekki. En líka er hún að rífa neitt raskat á The Box Office, sko. 7,7, nei, ég ætla að hækka, ég ætla að gefa henni 8. Hún er 8,6 á IMDb. Já, ég er aðeins undir það. Og ekki bara hjá henni almenning, þetta er líka hjá critics. Einu sem ég segi töði verið sem myndir í íslenski critics, en allir aðrir í heiminum elskar þetta. Já, ég gef henni 8. Eru íslenski gagnrýnendur ekki að fíla þetta? Ég veit eitthvað töð. Það er svona sem sé kúla töði við Top Gun sem er besta bíómynd of all time, sko. Þannig að sko, ég get ekki beðið eftir að fara á hann, sko. Það er svolítið líka að minna úrslitaleikin. Það er U21 árslandsliðið að keppa á morgun korter yfir 7 í Víkinni og nú þarf fólk að fjölmenna völl bara í Víkina til þess að tryggja okkar mönnum bara áfram í úrslit. Þá keppar ekki við Grikkland. Hálka á þetta? Já, það verður ekki að setja á Ísland. Það var að fara að renna á þetta félaga þeirra. Já, sveinu þá. Það ekki? Þannig að, já, við hvetjum alltaf til þess að kíkja í Víkina á morgun. En drengir, við erum með rosalega þátt. Já. Sko, þeir voru ekkert allt og sátti með þetta. Ég kom bara með þetta á leiðinni hinga upp eftir og þið eru eitthvað að pæla í þessu. Það var verið að tilkynna að Stöð 2 verður með Idol í vetur. Já, það er geggjuð hugmynd bara að koma við erum að dyrka þetta. Alvöru family show og skráning er hafin, þannig að ef þið eru aldrei 16-30 þá getið þið skráð ykkur í þáttinn og sendt inn pröfur og annað. Það verður farið all land. Ég held að fólk þekki nú alveg formati. Já. En það sem ég ákvaða, því að þetta er í sálsvæð tilkynningu, þið syngi báður á eftir. Þið fáum mínútu og ég ætla að sjá hvor ykkar myndi fara áfram hjá mér ef ég væri dómari. Ég ætla ekki að tala um að við værum að mæta í áhörndaprófi. Já, þannig að það er ekki, þetta er a cappella. Það er ekkert lag undir, þetta er ekki karaoke. Er búið að tilkynna hverju dómar eru? Nei, dómnefndin kemur í næstu viku, þá er hún tilkynnt. En er búið að tilkynna hverju eru kynnar? Nei, ekki heldur. Ég vil fá, ok, ef það er ennþá að vera að meta, ég vil fá comeback hjá Manni Sim og Cocksucking Joe. Náttúrulega Sim og Jói voru geggjaðir. Já, það væri eitthvað svo rosalt við að sjá þá tvo standarna hlið við hlið. Idoli byrjar aftur, veist ég sko, það er ekkert sem myndi toppa. Ég veit að Þórallur og Eva og þau hlusta þáttinn. Já sko, ringið í Manni Sim og Cocksucking Joe, neglið þessum tveimur gæjar saman. Þá veistu bara að það verður negla. Það þarf að sækja við þyrla á búgarinn. Þeir eru á sikkur á búgarinn. Það er því rosalega. Það verður stemming að fá það. Það er ekki fjölskylda sem myndi ekki stillin. Ég má ekki segja, ég er búin að heyra, það er nánast nelt, dómnefndin verður geggjuð. Þú búin að heyra hver eru það? Já. Getur skúpað? Nei, ég má það ekki. Það er ekki búið að skrifa undir allt, en ég myndi segja ef ég ætti að handvelja dómnefnd sjálfu fyrir svona þátt, þá ég valið þessa dómnefnd. Þetta er mjög góð dómnefnd. En drengir, voruð þannig að þið ætlaði eftir að því að Egil, þú varst eitthvað að nextast að því að þetta er a cappella, en þú verður bara að gera, þú verður bara að syngja án undirleiks. En sko, þetta er alltaf bara, þú veist, þetta syngja. Já. Þetta er ekki svo X-Factor og svo getur, Steindi getur ekki verið með eitthvað túslæti þarna. Nei. Skilur, þetta er ekki svona með eitthvað talent dæmi. Nei, þetta er bara að syngja. Og þú varst að tala um að það er ekki undirspil. Nei, hefur ekki hort Idol, ég bara rifja þetta upp. Ass-mouth. Það er þetta að kalla með ass-mouth. Það er þögn undir, skilur. Já, við vöndum okkur bara að syngja sig eitthvað lag. Og hver er ákveð okkur vinnur? Ég eða Steindi Blöð? Ég er dómnefnd. Nærðu þess ekki? Það er vanlega þjóðin sem hringir inn og kannski opnaði síman, við sjáum til. Ég ekki veist hvort er betur. Við þurfum að fá smá tíma til að velja lög. Já, það verður rættir. Ekki tugga með það að Steindi er slagandi söngar sem Íslendingar eigum. Nei. Þannig ég er rosalega 50-50 bet. Það er ekki tugga með það. Ég er favorite þarna. Þetta er 50-50 bet. Það er ekki. Ég er ekki það veðurlega fyrst að halda þessi favorite, en ég veit bara hversu slag og Steinþór er hann að þetta er 50-50 bet. Ég er favorite þarna. Steindi er það veðurlega fyrst að hann vil meina sé favorite. Já, hann er sér ekki aðlega kokki. Það er yfirleitt favorite. Já, ég skell brósandi. Hvort að sé hlaupið. Hann heldur líka hann sem bara að vinna hlaupið. Og by the way, hlaupið verður í sumar. Ég veit ekki hvað, ég er oft spurður á þessu á Instagram, en ég get staðfesta að hlaupið, við erum búin að negla dagsetningu. Það verður keft í byrjun júlí. Það verður gert alltaf úr þessu líka. Já, við ætlum að búa til þáttum þetta fyrir blöggastið, þannig að vídeóþátt. Já, þeir hlaupa 4. júlí. Ég valdi séð hlaupa, það verður gaman. 4. júli er ekki hérna 4. júli Independence Day. Það er rosalega dag. 4 dögum fyrir afmælið mitt. Það er núna minni mánuður ég verði 42. Hvaða 10 ára væp voru þetta?
Eitthvað niðurtalning, 4 dagar. Nei, það er ekki, þú veist, rakkort, og dammála föstuði og það er föstudagur 4 vikur 4 vikur nákvæmlega Hvernig líður þér? Svona 4 vikur í ammali Peppaður og spenntur þegar ég hugsa út í það Ég er ekkert búin að vera hugsa um þetta í allan dag Nei, það er ekki En núna þegar ég finn bara, vá, 4 vikur Stemming Hefði ég átt ammali morgun, hafa hefði ekki verið spenntur í dag. Setti mig the fucking penguin suite Aftur, takk Við erum að fara í Hveragerði, það er engin penguin suite þar Já, við settuðu eina mörgja sinn Það er heldur góður Já, heyrði í Greenhouse bara sjálfur og byrjum með eitthvað sem mörgjast þarna Ætli maður geti gert það, beðið mörgjast að styttu. Sætt bara ég er á leiðinni hérna þetta er 4 vikur. En þú veist að það er gerð saga úr því Hann myndi að segja bara, herru, þeir eru orðnir eitthvað veruleika fyrstir hérna Egill og Steindi Það átti bara að setja mörgjast í herbyggi Ekki ég er ekki að beðið mörgjast. Nú varst að spyrja hvort það væri hægt Nei, ég bara spói, ef Egill myndi vilja prófa að ringja og vera með eitthvað sérþarfir. Já, menn halda eitt gig í höllinu og halda geta bara fyllt herbyggið að mörgjast Svo er það spurningkeppni Gilstæðan hún frestaðist síðast og það er þannig núna, hvað var það? Það er talandi um ammali, var ekki King of það Birthday? er eina King of being a birthday boy Þannig að við rættum með síðast að þú ert líklegri Já, ég ætti að vera favorite þarna Svo er þekki eða ekki Svala Björgvins kíkir í heimsótt til okkar Sturla staðrendir á sínust og hvað ætlaði þú að vera Já, klefin, nýr klefi sem er geggjaður Það er nýr klefi í dag. Ég veit ekki hvort það er geggjaður Það er nýr liður fætti sem heitir Rödd breytt. Já, þegar ég hugsa út í núna Þú varst mjög hrifin að þessu, ég þarf að hlusta á þetta til að meta þetta Já, mjög hrifin að þessu. Það eru líka eitt hérna sem Common knowledge. Common knowledge, já, það er ekki að handritið Líka kom inn á eitt að við erum að gera sérst, epic after movie eftir giggið í höllinni sem er kannski 10-20 minúta after movie sem verður rosalegt bara þannig að þessi voru þarna gaman að horfa á það þessi voru ekki að mista af þessu geta séð hvaða geðviki var í gangi þarna þannig að við erum komið með trailer fyrir the after movie sem er komið á IGTV hjá Gilsa á Instagram og á vísi.is þannig að takið reynsli í kvelli Það er geggjaðu trailer, sturlaðu trailer. Já, líka Árni Beinteinn sem er svona nýja Michael Bay á Íslandi sko hann kann að gera trailer Hann er okkar Bay Hannes kann að gera góða trailera hann er komið með samkeppni Já, við verum Það er á staðan. Það er bara, hann er geggjaður í þessu og bara trailerin er geggjaður og þetta sýnir og rammar inn bara hvernig stemningi var. En drengir, ég var að spája að opna þetta með látum af því að það er sunshine, það er komið sumar, það er allir gýr, stýttist í sumarfrí Hvernig líst ykkur á þessa byrju? Hæ? Það er rosalega sko Gott lag Nei, króksar Þið fílar ekki Guns N' Roses Þetta er ekki bara króksar. Þetta er pepp komment hjá mér sko Ég myndi það núna, það er hellingur að liða að keira heim úr vinnuna ætla ekki að gera neitt í kvöld Stilt á FN9 Þetta er byrjað og hugsa með sér Fuck it maður Sauðarkrókur á hliðinni Ef ég var að keira á rauðin Hyundai Coupe núna 1920 ætla ekki að gera neitt fyrir þetta Ég myndi hugsa, herru, nú hrinni ég það Hálfur Herru, ég byrði ykkur sem ætla að vera rólega kvöld afsökunar og hendi þetta lag Því líkt Og fólk sé að vera held í sig Já, ég er bara að gleyma hvernig gott lag maður langt sinni hlusta á Welcome to the Jungle Ég þarf ekki að finna, er ekki Guns að túra í sumar Ég verða að fara tónum Þeir eru alltaf túrandi Varst það rúndum krókin og með þetta í botni? Nei, ég var bara að tala um áðan ef ég væri á kúpnum núna að keira þá hefði ég hrunnið það sko Herðu, það kom að slúðri hér í FN95 blöð og ég er með ágætis pakka fyrir ykkur, drengir Eru tilbúin? Tilbúinir? Já, er þetta ekki bara flottu pakki? Eru tilbúin sem er að hlusta? Jú, ágætis pakki Ég er byrjað á Britney Spears Hún var að gifta sig Hún var að giftast honum Sam Asghari Er það eitthvað nýr eða? Herru, ef hann er Berði rétt fram með það? Já, ég meina ef hann er reykingamæður þá er þetta eitthvað eitt dýrasta nafn sem ég hef heyrt Sam Asghari Asghari? Er þetta ekki bara Sami hún er alltaf verið með? Já, ég meina Sami alltaf verið með Hún er átt nokkra kærasta og eigimenn Nei, hún er búin að vera með sama kærasta Hversu marga eigimenn hefur hún átt? Kevin Federline, svo giftu Já, sko, greinin fjallar einmitt um það 3-4 eigimenn eða? Nei, 2 held ég En bara 2? Já, hún giftist þessum Alexander Aumingi þarna fyrir einhverjum árum í Vegasmunni og það var bara eitthvað 40 Þau voru búin að skilja eftir 55 klukkustundir Þannig að þau voru bara vinir Það er bara verið að djamma Bara einhver stemning Þannig að það var bara annulled eins og maður segir Hvað segir það á íslensku? Bara, þannig að þetta var ekki skilnað Jason Alexander, ertu að tala um þá hérna George í Seinfeld? Nei Hann er giftist hún hún? Nei, ég er ekki að tala um hann Og mætti ekki segja bara hann Hættu að reyna ára að finna Ég veit alveg að þú helst þetta ekki Ekki segja bara hann Mætti hann reyður? Það verið spes par Herru, veit ég hvað þessi rævill gerði? Hann braust inn í brúðkaupið Og hann streymdi innbrótun á Instagram
Þetta ég skil ekki neitt Þessi sem hún gefst í Vegas Þú voru vinir í gamla dag Jason Alexander og ég er ekki að tala um George Costanza í Seinfeld. Er þetta allnafnast George í Seinfeld? Já, sem er kannski ástæðan fyrir hann er svona rugglaður. Það er rugglingur, sko. Herðu, en nei, það er ekki rugglingur. Já, ég held að það var Jason Alexander Ok, vil ég ræði þetta ekki? Já, Jú, ég meina hann ákvað bara að eyðileggja brúðkaupið hjá Britney. Þetta var æsku vinur hennar, hún giftist honum 2004 og svo bara strax ógilt, það var orðið sem ég á að leita og búið ógilda þetta eftir 55 klukkustundir. Giftist sér bara ykkur flippi? Já, bara í ykkur svona, basically eins og bara Ross og Rachel í Friends, bara ykkur svona fyllir í Vegas. Og mætta fullur og reyður í giftinguna? Veit ekki hvort hann hefur fullur og reyður, en hann var að streymi svo hann í rauninni, fólk gerir allt fyrir athygli í dag. Hversu mikill rævill ertu? Var hann ekki boðið það? Nei. En hann er vinur hennar? Nei, greinlega ekki lengur. Það var hægt að vera vinnir. Já, en Britney sagði að brúðkaupið hefði verið yndislegt og þau að njóta kvöldsins þrátt fyrir þennan rævill. Þannig að já. Hvað sé dapurst? Þetta er eins og ef þið er nú báður ógiftir eins og fyrirhundið ykkur myndi að fara að ráðast inn í brúðkaupi og full og reið streyma það live og setja það live Instagram. Það var mjög slæmt. Það var mjög spes. En minna, hann er núna í öllum miðlum. Ég sá þetta vídeo. Ég nefndi ekki að íta á það. Það var eitthvað vídeo sem verið að snúa niður og já, ég ætla ekki að gera hana þetta. Ég nefndi ekki að smetla það. Nei, mann nennið ekki. Þetta er aumingi. Svo er það, sko, Rita Ora sönguna, ég fíla hana, mér finnst hún töffari og lögin hennar skemmtileg. Ég man bara ekki eftir hennu lægi, sko. Nei, þú náttúrulega þekkir engan, sko. Nei, ég veit það, en munið þetta getið hummað eitthvað? Já, hún har fullt af lögum. Hún var að trúlóðast Taika Waititi. Þau sem sagt eru trúlóðu. Taika Waititi, já, ég held ég sé að segja þetta rétt. Já, það er hárrið. Næst að bera nöfnin rangt fram í það? Nei, það held ég ekki. En sko, það sem, veit ég okkur þetta er í slúðri og þetta er það sem ég langaði að ræða eins því að mér finnst þetta alveg, ég veit ekki okkur í svona neikværi í slúðri núna, mér finnst þetta nettu viðbjóð líka. Þau vilja meina að þau hafi spurt hvort annað á nákvæmlega sömu sekundu viltu giftast mér, þannig að þau spurðu bæði. Það er rosalegt. Það getur ekkert verið. The odds er enga líkur. Það er rosalega til. Þau að bæðis plana eitthvað í sikkur lægi og allt í enn á sama mómenti. En þú veist, þau sögðu samtímis ég vil giftast þér. Og bara Coco Prince moment einhvern veginn. Það er rosalegt. Coco Prince moment er rosalegt með þessa spurningu, sko. Það er reyr, sko. Það er helviti reyr, sko. En hvað þú skuldar? Já, en byrju, þú veist, ég fór alltaf inn að hugsa. Er það að syngja með raskatinu, svona faglegt mat blöð hann? Já, faglegt mat mitt er að þau sé einmitt af því að þetta er svona pínu þegar við erum að spurja þau og hugsa bara, herðu, þau ekki bara segja, herðu, hérna við sögum þetta bara samt. Gerðu það bæði. Þá veist að Juniorinn gefur þessu stuttan tíma, sko. Já, þetta byrjar á einhverju forsíðu eltingaleik, sko. Þetta er líka svipað þegar fólk segist hérna bæði að hætt saman. Það er alltaf annar sem tekur skrefið og hinn, þá er ég ekki að segja báður aðalega séu ósáttir. Sameiginlega ákvörðun, algengasta lígi og fólk. Það er aldrei sameiginlega ákvörðun. Basically geta báður aðalega verið sáttið við ákvörðunna, en það er alltaf einhver annar sem tekur skref og segir bara, herru, þetta er bara komið gott. Hvað gefur þú stendur? Hvað gefur það? Ég sko, mál er að því að þau byrja að reyna að fiska forsíðun á þessu. Ég myndi giska að þetta var ég vonaði verði bara happily married. Já, en þau eru ekki búin að gifta sig. Þetta hljómar svo 2 ár. 2 ár? Það er skellur. Alveg max. Langur tími sem það var Rita Ora að hlusta. Hver er harðari? Ég sagði max. 3 og 4 mánuðir. Ég hef þetta bara verið velli frétt. Það er líklega að skilja júni 2024. Sko, eða fyrir það. En viss. Þau eru ekki búin að gifta sig, þau voru bara trúlóst. Málur, hann er í Oracle. Nei, hann er skotið. Nei, blöð. Gefðu mér það. Ég bara klikk ekki. Klikkað á nokkur sem eru svo augljóslega bara meikar engan sens. Nei, gefðu þessu bara. Ég klikk ekki. Þú verður að gefa propp. Þú verður að kunna hrósaflu. Ég ætla að græða á hvað hann er naskur í þessu. Getur við bettað á? Hann er ekki naskur í þessu. Bettaði hann. Okkar Kim Kardashian þá ekki með einhverjum ungum rappara núna. Hún er með Pete Davidson. Hún er með ungum grínistæði, næsti bara við, sko. Já, því að rapparar og grínistar er eins. Helst í hendur. Nei. Herru, akkur setur ekki bara núna, akkur hólkar ekki á þetta bett sem eigin. Ég var að searcha núna, Rita Ora kemur ekkert, sko. Það er alltaf grassa að keira þetta inn fyrir mig, sko. Það eina sem Steindu giskað á er svo augljóst að það allir geta giskað á það. Það er svolítið ekkert eðla segur í þessu. Þetta var slúðpakki dagsins, við skuldum auglýsingar, svo er það þekkið ekki Idol-keppni F95 blöð. Drengir eru að fara að syngja þetta smá. Það held ég þegar þú hlusta hér á F95
FM Blöð á FM 957 Drengir, ég er að bara hrista hans upp í þessu. Á þessum tíma fyrir við oftast í þekkið ekki, en ég ætla að breyta til í dag. Það kom risa tilkynningin á vísir.is áðan að Stöð 2 á leiðinni í Idolið. Og skráning hófst í dag, þannig að ef þið eru á aldrinum 16-30 þá er að gera að fara inn á Vísi og senda inn myndband. Það linkur, maður sjá, hvað gerir, senda inn myndband kannski, senda af ykkur. Já, senda myndband. Já, þetta bara að senda linkurinn á Vísi. Linkurinn á Vísi sem bara þetta http://idol.stöð2.is. Þetta inn á stöð2.is og finnir það. Hvað segir, já, það 16-30. Það alltaf bara reglur sem eru frá Idol, bara hvað heitir þetta, Fremantle Media. Já, það líka bara, segjum að kemur bara einhver 8 ára strákur eða eitthvað, 9 ára stelpa, hún myndi syngja bara geðveikt vel. Það heldur hart að reka þau heim, sko. Já, en það ekki, hún mætti ekki taka þátt, sko. Nei, ég að segja það, fínt að hafa þetta bara 16. Þannig ég allir konum með breytt bak. Ég var alltaf gaman að fá litlu greiðslingana. Já, það í talentinu og svona. En eru þið tilbúinir, drengir? Við ætlum að hendi Idol-keppni FM 957 Blöð. Og reglan þannig að þið syngir í 60 sekundur cirka og það þarf að vera a cappella. Mér langaði svona að sjá hvor ykkar færi áfram. Þið verða að keppa. Þetta er ekki létt verkefni. Nei, Egill brjálar að því að má ekki vera undirspil. Hann greinilega að æfa sig, hann með headphone í eyrunum. Æfa sig, hann bara hummandi með headphone. Ég bara reyna, veist, að bara enda málið. Ég er þetta fíla, hann alltaf vanda sig. Ég held að í seinni part þáttar, sko. Nei, langar aðeins að hrista upp í þessu. Blöð með alveg vesen í þetta. Hvernig viltu kasta upp á hvað byrjar? Ég var að spája að lefa þér að byrja stendi. Mér? Já. Það verður að byrja. Nei, ég verður að byrja, sko. Það myndi gefa mig confidence að þú myndir royally suck. En ef þú geggjaður, þá er alveg press á konan. Já, ég sko, mér finnst að, ok, yfirleitt er ég alltaf til í bara að byrja eða ekki, skiptir ekki máli. Núna kasta upp, settu snakk í lóan. Nei, ég skal bara gera hérna. Ugla satt á kvisti og 8 börn 1, 2, 3 og það varst þú sem varst úr. Þú byrjar. Steindi. Var ekki Egill úr? Þarna var þeir pakkað saman. Ugla satt á kvisti. Egill var úr. Ég skil ekki hvernig það virkar hjá þér. Steindi, fara ekki að renja. Það er yfirleitt sá sem er úr. Sing the song. Já, ég get alveg sungið, en það bara kenna ykkur aðeins Ugla satt á kvisti. Ef þú ert úr, það ert hann. Áttu að byrja það? Nei, auðvitað, þá ertu úr, þú ert hann. Ég get bara að byrja, þetta skiptir ekki. Gæs, við erum bara fullandi menn, sko. Já, þú varst að segja á þú byrði pakka þú saman. Hvað var það sjálfstyrðast? Nei, það er ekki farið. Nei, hann er greinilega ekki viss að maður sé að pakka með það. Jú. Ok, láttu núna. Ok, farðu á YouTube og skrifaðu. Það er ekki undirspil, Steinþór. Í 10. sinn. Fuck. Ég glimti. Ég held því sem er á töði í blöð núna. Já, síðan þátturum byrjaði og áður en við vorum byrjuðum það sem er erfitt við þetta er það er ekki fucking undirspil. Afsakið, í þessu ætali þá stendur við fram á dómnefndina og syngja þetta svo trúður út af miður gólfi. Ekki með undirspil. Þetta fólk er bara áfram með. Kalli Bjarni var að syngja með lagi Mustang Sally. Þá er hann komin í live shows. Steindi, hefur aldrei hort á Idol. Þetta er því audition. Slakiði á drengir. Ok, ég skal bara klára. Mér finnst það, mitt faglega mat fólk á að má fá, þú veist fyrsta auditioni á að vera svo karaoke. Það var undirspilið sem syngur. Það eru sumir sem reyndar var að leifti í seinni seríum að það máttu koma í gítar. Þetta er ekkert eðlilega erfitt ekki með undirspil, sko. Já, ok, Steindi, Blöð er hérna ekki að fara að finna lægi fyrir þig með það undir. Ég er að fara að syngja það bara. En eina er, sko, ég valdi lagið. Ok, en byrju, nei, látt eins og setja lappinn. Ég er dómnendin, talaðu mig. Eitt árið nú byrjum. Þetta er svo langt lag. Ég þarf að kött út eitt erindi svo ég nái viðlagi. Já. Ég tek bara eitt erindi á viðlag. Er þetta ekki bara mínúta? Bara do you, maður. Tilbúin? Hvað er þetta langur tími? Mínúta? Já, cirka. Ok. En það er málega ef þú ert í 35 sekundur eða 75, þetta er ekkert stórmál. Nei. Bara sing your heart out. Það er svolítið hárið eftir allir hana. Ok, ég skal bara byrja. Skilur hvað konstantið er það? Það var með trópa hérna. Ég skil alveg konstantið. Ég bara glemti í smásund að vera undirspil og væri ekki með. Og það er alveg þetta var 10 sem erfiðara núna, sko. Sem er samt svo grillað. Þegar þú vorum að ræða þetta áðan, þegar við vorum undirbúa þáttinn, þá var Egill brjálara þegar var ekki undirspil. Og við vorum að ræða þetta í byrjun þáttar. Samt vissur ekki að það væri ekki undirspil. Jó, ég bara glimti í 10 sekundur, sko. Sekundu, eina. Ok, þú ert að koma einn inn. Já. Ég er dómnefnd. Talaðu mig. Þú veitir. Já, ég heiti Steinþór. Ég er 37 ára gamall og kemur Mósbænum. Hefurðu sungið mikið áður? Tekja með það fæðir og fleira. Já, til hamingju með það. Já, sungið áður, já, ég er svona stúdíómaður. Ég er stemningsmaður. Já. Hefurðu reynsla söng? Já, ég er skemmt út all land og get rifið upp partíin. Gekkja. En ég er svona stúdíósöngari. Já. Það var
En autotune græn er ekki með. Nei, hún er ekki í dag. Og nú reynir á, Hvaða lag ætlar að syngja fyrir okkur, Stenþór? Ég var að hugsa að leyfa ykkur að heyra Simply the Best Með Tínu Turner. Ok, Dómnendur myndi ekki hlæja þetta. Það var mjög skrítinn Dómnendur myndi hlæja núna. Já, en Stenþór, sviðið þitt. Já, takk fyrir. Og bara vera tilbúin. Ég gerði mig ekki fullkomlega grein fyrir hvað það var erfitt lag fyrir Dómnendur hló. Þannig að nú áttaði ég með það. En myndu, þetta er sama regla í karaoke. Það er ekki svona sungið og bara fólk öskar Simply the Best. Nei, hann þarf að syngja þetta vel. Já, þú veit, en ef þú ert að reyna að komast áfram í næstu Þú ert á ganginu frammi, þú ert ekki að nynni. Nei, bara, ef þú veist Dómnendi vill svona, þú veist það er engi farið áfram með þetta lagi fyrstu umferð. Jú, þú kann að syngja. Þetta er Tína Turner. Ef að Sverrir Bergman kemur inn að syngja þetta, Þú velur vitni eða Tínu ef þú ætlar að komast áfram, sko. Nei. Nú, hvað þá? Okay. Já, þú veist, ef þú kannt að syngja velur það til að komast áfram. Okay. Ég valdi þetta óvart. Já, bara þegar þú er tilbúin. Ég er bara tilbúin. Ok. Já, það kemur ekkert lag, en ég er bara klar. Ok. Býtu, ég verði að fá mér eitt sopa. Já. Núna sér dómnefndin og þú veist stressaður. Nei, ef ég verði dómnefnd að verði núna svona að tala við. Ég var ekki stressaður. Henni finnst ég bara grútlegur. Það myndi ég segja hérna andaðu þrís og djúftir. Já, saman á því. Ég er ekki stressaður. Og njóttu augnabliksins. Vel gert þig, það er bara svo að setja dómnefnd. Þetta er þitt moment. Já, saman á því, eiginlega í dómnefnd. Takk fyrir því. Slakaðu bara á. Já, takk fyrir. Má ég byrja? Einhvern tíma möndur hlæja þessu skilur. Þegiðu drengur, má ég byrja? Þetta verður fyndið. Ég myndi segja Ég myndi segja dómnendur að grjót halda kjafti. Ekki láta mig lækki þér. Já, þú segir ekki dómnendur að grjót halda kjafti. Nei, það var ekki punkt sko. Ég væri bara að standa hann í 3 mínútur á þess að fá að syngja. Hætt að hlusta á hann. 1, 2 og byrja. Nei, ég er ekki fyndið sko. Egil peppar út af með hann. Ég þarf að heyra. Ég skal færa mækin. Nei, slögt á mæknum hans. Hann má ekki hlæja með hann. Ég má ekki heyra hann hlæja. Hvað mæk er hann átti? Talaðu aðeins núna, Steindi. Halló. Ok, ég er búin að lækja mæknum hans. Þú verður að þegja. Ég sendi þið fram. Ég er ekki byrjar að syngja þér. Egil, farðu fram. Ég er ekki að grínast í 1 sekúndu. Því líkur hálfviti. Ég er að reyna að byrja að einbytta mér þetta. Og ekki Egil ekki það, ok. Ég fæ ekki einbyttingu. Já. Ég fæ ekki einbyttingu þegar hann hlæðir. Hann hlæðir líka bara eins og okkur goblin, heyrðu þetta? Já, ógeðslega. Farðu þið fram. Ég verð að geta sungið þetta. Já. 1, 2 og sviðið þitt. Já, ég er með tölvuna en alveg uppið mig. Ég sé svo illa. Þetta byrja aftur að leiða. Ok. Ready? Já. I call you when I need you. My heart is on fire. You come to me wild and wired. When you come to me, give me everything I need. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone I ever met. I'm stuck with your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Baby, I would rather be dead. Þetta er ekki þægilegt svo gæt. Sérstaklega ekki það þér að hlæja á fullu. Minn almáttu. Hei, ég náði ekki einbyrta mér á því að þið voru að hlæja svo mikið. Nei, þetta er bara að slaka það sem ég hef hört því að ég horfði að hörði margra eitthvað. Já, það var ekki gott. Ég heyrði það. Veistu hvað ég dyrka? Steindi, og nú er ég að meina þetta. Ég laði hann allan í það. Já, þú vandaði, þú varst ekki að reyna að vera fyndin eða fýblast. Það var það fallega við þetta. Og veitu hvað, það er svo létt. Það er mjög létt. Ég vandaði mig og það er mjög erfitt að fara ekki sjálfur að hlæja ef einhver annar að hlæja. Þannig að ég þurfti líka að fókusa á það. Dómnefndin biðuð afsökunar. Herru, ég ætla að vona að dómnefndin í nýja þættunum sem verður í haust sé ekki hlæjandi fólk. Nei, ég bara... Það gengur ekki.
að sjáðu að þú með Þá fer ég að ringi þetta fólk eftir þetta sko. Er sjónin að vestnastindi? Já. Af því að ég var líka hlæjaði, þú varst að syngja hérna, ekki það vel. Nei. Og ef að fólk hefði séð þig, þú varst með tölvuskjáin alveg ofan í andlitinu. 10 cm frá andlitinu. Ég sé rosa Það lítið. var að syngja. Það hélt á fartölvunni hjá mækni. Eins og ef ég horfði nú Það var hluti af þessu. ég sé núna bara ég sé ekki greinar og lauf og svona, ég sé bara svona fleti sko. Bara svona eitthvað tollamál. Hefur ekki spáðið að fá þig gleru eða? Já, gleru, ég er með það heima bara. Vertu með þau. Ég faraði mjög þarf vel. að gera meira af því. Allavega Egil, þú varst að lappa inn núna. Já. Egil Einarsson ég er engaþjálfari og hérna með dreymur að vera söngvari. Það fyndi við það. Nei, ég er bara eins og þú varst Það er ekkert fyndið þetta sko. Hefur ykkur reynslu að söng? Nei. En ég söngla heima hjá mér í sturtun. Okay. Ertu ekki búin að vera Söngla mikið gólinn heima í á lög? sturtunni sko. Þú erum á gólinn á Og lög? mamma og pappi og allir á satt mér í sig geggjaðu sko. Jæja. Þannig að ég alveg verið að fá pepp sko. Og hvaða lag ætlar að syngja fyrir okkur hérna í Ég ætla að taka One Last Breath með Creed. Og hérna sem eittum minn uppáðslögum. Já, Ég er ættaði frá króknum. Ég er dílari. Já, sko, Creed er ekki Ertu frá dílari? Sauðárkróki, sko. Nei, ekki dílari. Hvað er það? Ættin, dílar. Ætt. Herru, ok, það er bara þegar þú ert tilbúin. Ok. Mér mækið Herru, þú mátt ekki vera að geta Nei, snakki sorry, marri. það er að slökka þér líka. Hvað er að ykkur? Er þetta í lagi? Nei, ég er búin að slökka á honum. Það heyrist ekki honum lengur. Ok. Please come now. I think I'm falling, holding all I think is safe. It seems I found the road to nowhere, and I'm trying to escape. I yelled back when I heard thunder, but I'm down to one last breath. And with it, let me see, hold me now. I'm 6 feet from the edge and I'm thinking maybe 6 feet ain't so far down. Og þetta er lagið mitt í dag. Þú varst bara að tala. Ég lít að klára þig hérna í Þú Simply the söngst Best. ekki einu sinni. Veitu, þetta svona er lagið. Þú talaði bara. Nei, hefur heilt þetta laga? Þetta er erfiðtur dómnefndina maður. Þetta er frábæri flutningar. En það þakkaði mér einningi, þú ert harður krítmaður, sko. Já. Í fyrsta lagi reyndi ég ekki að sleikja upp dómnefnd. Með geðlagi. Veitu hvað ég að sleikja upp dómnum? Með því að þú varst að segjast þér frá Sauðárkrók og valdi krítlag og sagðast þér að einhverja ætt sem blöð lítur upp til. En máli er að En sko, maður spyrja þér með blöð. Þú veist, er þetta ekki söngvakefni? Er þetta ekki söngvakefni? Jú, en Ég söng. Varst þú að syngja? Hvað varst þú að syngja? Hvað? the best. Mumlaðir eitthvað með snakk? Nei, þú talaði, ég borði ekki snakk menn ég söng. Þú talaði bara. Þetta var tal. Ég eiginlega, sko, dómnefndi tilkynnt í næstu viku. Ég ætla að fá einhvern tímann bara þar nærtir þá ætla ég að fá dómnefndina til þess að dæmi ykkur. Ég var mjög örut með að gera upp á milli. Hleyftu bara einhverju minn. Einhverju hlustandi. Þetta er bara B1. B1. Nei, það er bara svo gaml rasshaus. Það er bara fleiri til að segja margtæk. Nei, ég ætla ekki að opna fyrir síman. Mann ég veit ekki, þetta var tal, hann talaði. Ég líta hún. Stendi, ég er ekki að vera I'm simply the best. Ég er að vera enn í svona Better than Þetta all var the að liða rest. sem Gilsan hefur heyrt. Ef ég var á hreinskilin þá er þetta einhverju 2 verstu flutningar sem ég heyrt. Nei, það. Ég er ekki að grínast og ég er ekki að segja ég get gert betur. I had a rough start. Já. Fyrst setningin er erfið. Ég skildi þig ekki í Eftir byrjun. það náði ég þið hang of it. En hjá Stenda var allt hjá honum á rough start. Beina setning. Hvað Ég bara- ég heyrði Hvað ekki er fyrsta línan í læginu? Please come now. Please come I think I'm now. falling. Já. I'm holding on all I think is safe. Já, ég- Þannig að haldi að Já. Þetta er erfið setning sko. Já, ég En hló eftir aðeins. þetta Já. þá var þetta smooth sailing fyrir mig. Hún hefði samt verið erfið, hefði En málið er sungið. að Það var nú verið erfið fyrir þig, sko. Tina Turner, hún var að snúa sér við í gröfinni sko. Hún er á lífi Og sko. hún er á lífi sko. Það er að skemmtilega Ég var einmitt að spá, er hún dáin eða? Er hún ekki bara sprellegandi? Hún er live and kicking. Já, ég veit að segja að það er mjög mondin með hennar flutning. En málið er það, hefði Egil sungið, þá hefði þetta verið söngvakefni. Já, sko, í læginu ég vonum, ekki það að ég kunna syngja, en þá er þetta En nákvæmlega eins. Nákvæmlega sem ég gerði, En sko. Þú varst stoltið lágt, en þú tókst bara tóntögun sem ræði við. Herru, þetta var Idol-keppni FM 95 blöð. Vann Junior með? Nei, ég ætla að gefa ykkur Jafntefli. jafntefli. Já, við sjáum Já, svo ég- stórmeistarar. Ekki vera Þið fóruð báðir á- Það vita allir að Gilsari vann hana Ég vann Ekki þetta. vera að gefa the clown Ég hlýta að vunni þetta. Ég hlýta að Það vunni. er rétt honum medalju Hörru, Ég það vinna söng. allir Stendi Drengir. Ok. Allir fá ís. Vinna allir Og það- Drengir, sjáumst í Austurbæ, þið fóruð báðir áfram. Er það ekki? Já. Þið eru að hlusta á FM 95 blöð á FM 957 við Steindi í klefanum. Góða feskir hér. Já, Og vel drækta feskir. hér líður okkur vel.
Og sko, við erum að fara í lið af því að við vorum að hugsa hvort þetta með keppi ykkur eða hvernig þetta ætti að vera en þetta basically dagskalið sem var í F95 blöð þegar við vorum að hverjum degi og bæði með minnina við Sveppi gerðum þetta og Pétur og við höfum ekki gert þetta í smá tíma og það eru smáauglýsingar. Já, við tókum mynd af smáauglýsingum og bændablaði og ég er með þetta hérna frá mig og það er allt í gangi hérna sko. Og í rauninni maður ræður, þú færð eina og ég eina. Já. Þannig að þar sem að þú komst með þessar smáauglýsingar þá mátt þú ráða hvað þú vilt taka. Sko, er eitthvað annað heillaði? Máli er að ég er í stuði. Þú tekið eftir því. Já, þú ert í fantastuði, ég gerði það. Og ég mér finnst eitt svolítið hrópa til mín. Okay. Og það er einhver, Pálmar. Já. Hann er að óska eftir ristahliði. Já, ristahlið. Óska eftir, já, í smáauglýsingum. Mér fannst þetta fyrst, sko, þegar lasta fannst mér sem var að segja rista vel, sko. Já, bara svona rista brauð. Svo ristaðir hlið. Og ég er að spá í, sko, þetta er rimlahlið. Það kemur í svega, rimlahliði. Já. Þannig að á ég ekki eitthvað aðeins að heyri honum. Það sé kannski eitthvað miskilningur hann á ferðinni. Já, eins og hann sé að tala um ristabrauð. Já, mér datta í hugi. Þú mátt endilega taka það. Ég vil ekki trúa þessu. Þú veit það ekki? Nei, ég meina, erum við ekki þannig gýra? Það er sól úti. Ég fyrir ekki að stoppa þið, bara do you. Já, meina, þú veist, það er sól úti og akkur ekki bara skella í síndal á hann. Þannig að þú ætla að láta eins og hann sé að óska eftir ristabrauði. Já, bara önnur hlið. Hann er óska eftir ristahliði. Já, bara einni hlið á brauði. Það var okkar, ertu tilbúin? Já. Tökum á þessu. Já, halló. Já, er það Pálmar? Já, það er hann. Sæll og blessaður, ég sá auglýsingu frá þér hérna í bændablaðinu. Já, með vörubíl. Nei, ekki vörubíl. Ertu ekki að óska eftir rista á hliðinni? Ristahliði. Ristahliði, já. Ristahliði. Já, ertu ennþá að leita þessu? Já, ég af vísu er búin að fá tilkynningu eitt sem að ég var svona bara að pæli að skoða allavega. Já. En hvað en þú er ekkert pæltið að gera þetta sjálfur? Nei. Ok, það þegar ég las þetta. Ertu með þitt til sölu? Já. Og þegar ég sá þetta, sko, þá hugsaði ég, sko, að hann ætti bara að gera þetta sjálfur, maður. En nei, ég get græja helling af þessu, sko. Ég er rauninni bara Ertu að smíða svona? Smíða? Nei, ég raunin ekkert að Nei, ég er bara endur skoðandi, sko. En ég var bara að hugsa, sko, þú veist, eina sem var að flækja sér með hvernig maður getur rista bara aðra hliðina, sko, á þessu. En maður getur lagt að óna á eða eitthvað svoleið, sko. Ég er svona, maður færi með það bara í gamla góða bara samlokku grillið, sko. Þú ert í hvað miskilega hlutina. Nú? Já, ég er auglýsettir ristalhiði í veg. Í veg? Já, ok, hvað er þetta þá langt? Rimlalhið eða ristalhið. Já, í veg. Já. En þarftu þá ekki heldur mikið af brauðsneiðina? Þetta er heilmikið stykki sem að þetta er smíðað úr prófílum eða síðulegur rörum. Þarftu þá ekki hreinlega bara að heyra í ykkur bara bakari með þetta? Nei, þú ert nú alveg út úr heiminum í þessu öllu. Nei, beti, ég skil ekki. Ertu ekki að leita ristaðri hlið á? Nei, ég er ekki að því. Ég er að leita að rista hliði eða rimla hliði þar sem að heldur skepnum utan við ákveðin svæði sem þau ekki að fara inn á. Skepnum? Já, skepnum, já. Já, ok, já. Ég held að vera að tala um að það væri að leita bara brauðsnefni sem var ristu, bara önnur hliðin var ristu. Ég fór að hugsa velta fyrir hvernig ég geti rista bara aðra hliðina, sko. Nei. Nei, þetta er greinlega ekkert sem ég hef gagnað hjá þér. Já, annars ég er góður að rista, sko. Já. Þannig að má ekki bjóða þér þá allavega að vísta að ég er með á línunni að fá eitthvað af þessu. Nei, þakka þér. Þetta er fínt fyrir skepnurnar, sko. Já, nei. Herru, já, segjum það í bili. Já, ok, þess.
Þetta var vel gert. Ég hafði gaman að svona Já, þetta þegar þú komst með þetta á hann I'm in my silly mode Já, þegar þú komst með þetta á hann þá hugsaði með mér bara, ok, þetta símtal verður 20 sekundur Já. Þér tókst að halda honum línulega að útskýra fyrir tvisvar hann var ekki að leita ristu við bröðu Nei, hvað, var eitthvað tíma á þessu sem ég náði? Ég veit ekki hvort það sé fyrir að keppa eitthvað tíma og ég reyna mitt á Já, reyndu þitt og ef það er lélega þá bara, þú veist, þá bara hættir það strax Já En ég er að spá að reyna að vera aðna haugur reyna á sækjuminu Herjá, ég veit ekki hvað ég að taka hérna og ég reyna, vildur ég fara í þessa leigu hérna Já, mér fannst það svolítið skemmtilegt sko Það stendur eftir traust badgóð stúlka á leiðin í bæinn í skóla eru með mjög gott herbergi og aðstöðu til leigu með haustinu einhver barnagæsla getur komið á móti leigu Já Ég er náttúrulega ekki, ég er ekki traustur Göngu færi við Flensborg, þú getur sagt sko að þú sért að spá í að fara aftur í skóla Flyt í bæinn, getur alveg passa börn, þetta er ekki vesen Já, og bara spyrja bara hvort þetta verði að vera stúlka Já, þið vantar herbergi bara Já, ok Já, halló Halló Ég er að tekka hérna Mér vantar svo herbergi Já Ég sé reyndar að þeir eru bara auglýs eftir stúlku Já Nú er ég á leiðin í bæinn í skóla sko Ok og ég get alveg ég get passað ef það er eitthvað við sem sko Ok Mér finnst ég kannast þér eftir að Anskutin sjálfur Þetta er ekki að ganga þetta Mér finnst þetta ólíklegt sko Já, ok Ólíklegt að ég ætla aftur í skóla kannski Já, ég veit ekki með börnin Ég er að reyna mitt besta með 2 krakka heima, maður Ekki var að bæta fleiru við Nei, ég ætla ekki að gera það Ég er bara afslaka ánaði Já, hefði Sorry með þetta Ég var svo vongóð maður, já, ok Ok Þetta gekk ekki Anskutin sjálfur Djöfullin, hvað er meira þarna? Trjákurlar, á ég að reyna það Já, svo er það bara ágætt finnst mér að hlustendur heyri að það gengur ekkit alltaf Nei Við erum að kemst oft upp okkur Hvað þarf ég að reyna að breyta? Herru, ok, ég ætla bara þú varst með eitthvað sem að tók Ég ætla að breyta röddinu minni það mikið að það verður óþægileg í þessu símtali Þannig að þessi mun ekki fatta þessi ég Já Þannig að það er í rauninni Hvað ætlar að ríkja þetta? Trjákurlara Já, spurðu hvort að hann taki bein Þetta verður örugglega svo óþægilegt með Já Ég ætla að fara í Ég ætla að breyta nú Mér finnst þér Ég fór að ímynda mér að fara að vera svona eins og Jóta Í Star Wars eða eitthvað Ég er ekki eins og búin að ákveða hvernig ég ætla að breyta henni Nei, breytin bara á staðnum Það getur ný liður Já, breytir öll Víbeka? Ég er að hengja á þetta Trjákurlar Heyrðu, hann er seldur. Ég trúi þess ekki, ég hef búin að leita þess þessu langan tíma Já, ok. Hvað fór hann á hjá okkur, veistu það? Bara 50.000. Já, það er gott verð. Já. Var hann í standi? Já, hann var það. Já. Við erum bara trén hjá okkur og svo miklu stærri að við þurftum að kaupa miklu stærri gulllara. Ég skil ekki. Hvernig er þetta, tekur þetta bein, veistu það? Tekur þetta bein? Já, getur það að teka og tætt bein í þessu? Ég hef ekki hugmyndið það. Nei. Mér skoðstu tættir í tré? Já, ég ætla að losa nokkuð bein nefnilega. Já. Því miður. Já, hann er farinn. Allt, já, því miður. Já. Ok. Er það að selja eitthvað annað? Nei, það var bara þessi. Já, ok. Ok, takk. Ok, bye. Jesus Christ, það veitast. Ói, herru það. Þetta voru smálýsingar. Ég fer ekki í þetta aftur. Herru, þetta fannst mig gegn. Herru, okkur brostur þá ekki menn ég var aðeins. Ég brosti ekki, mér finnst það gæður. Nei, herru, og ég vil langar að sleppa það að spila. Herru, ringdu aftur í hana. Ég skal breyta. Ringdu aftur. Sömu? Já, segðu bara, ég spyr bara hvort hann sé farinn. Þá sér þetta sama númer og allt. Er það? Já, ok, ég skal bara til að heyra hvernig þú breytir röddinni. Þá kannski líður mér ekki jafn illa og mér líður núna. Mér langar að prófa þetta. Ok, en viltu þú ekki ringi bara eitthvað annað og þú breytir röddinni? Nei, jú
Alveg eins sko Ok, plast í fjárhúsgólf hérna, ég ætla að ringi það Ok Bara til að fá að heyra það breyta röddinni Ég get alveg breyta röddinni Mér finnst alveg ótrúlegt eftir mitt símtal að þið langið til að gera þetta Það var svo vond maður Nei, þetta var geggja og ég veit ekkert hvernig ég ætla að breyta Ok, verður svo tilbúin Góð daginn Hefur þú að selja þetta fjárhúsgólf og stífur? Já, Þetta farið hér? Er það til? þetta allt saman til. Já, ok, hvað er það að setja á það? Akkur þetta Er það á línuna? Er það á línuna? Já, það er alltaf búin að heyri þér Já, hvað er það að setja á það? Hvað er það að setja á það? Hvað kostar þetta drastlega? Hættir þessi Ég er mjög svo óþægðar Heyra hann í okkur núna? Já, hann er á línu Anskotið maður Hvað kostar þetta? Það er þessi drastlega maður Það er gaman hjá okkur. Nei, nefnilega ekki. Þetta er ekki, þetta er bara hálf sorglegt sko. Ég bara afsakaði þetta Elsku vinnur Þetta er bara eitthvað sprelli okkur Það er saumar og er það ekki? Jú, er það ekki? Jó, er það ekki? Feski bara Við byrjum bara að helsa það maður Herðu, frábært. Geggjaður búndi. Já, sorry með þetta Góð helgi Góð helgi Já, takk maður Reyði maður Herðu, þetta að þú skulur á að vilja fara eftir mínu ógæsla síndali Þetta var Neitt að verra, maður. Já, þetta var verra sko Shit Líka þú ástæðan fyrir ég hló Þú situr ekkert bara að breyta röddinni Þú stóðst upp og varst að herpa Já, Það getur ekki Akkur situr ekki bara að dala Ég veit það ekki Hvað varst þér að þú breytist í eitthvað Við getum Það var sem var að leika eitthvað skrýmslu Það sáðu það ekki Við getum þetta að taka þetta upp á vídeo næst Já, kannski eru blöggasti. svona vídeo Já, blöggastur, já Við erum að prófa það þar Þetta voru smálusingar og ég byrst afsökunar á þessu Þetta er Imagine Dragons með Enemy Ég er einhver óvinni, drengir Held ég ekki Nei, ekki það held ég Skrítið að vera fertur og eiga óvinni En Það er rosa furðulegt sko. við erum á leiðinni í dagskráralið sem að heitir spurningakeppni Gilsarans Rétt. Og þetta er búið að fresta sko en 2 vikur eða ekki Þetta átti að vera síðast held ég Já, ok, það var bara 1 vika Já, en það sko Þetta er King of being a birthday boy Já. Þannig að Já, það við styttist í þjóðin afmæli. veit náttúrulega að blöð er náttúrulega Hann er fárveitt ammælisbad sko Já. Þannig að þetta er að favorite En sem maður veit aldrei með Steinþór Það er lúmskur sko Já, Hann leynir oft á sér sko gæti komið sterkur hann inn Þannig að veist, ég get ekki útiloka að Steinþór komið aftan á Nei, þetta ég er underdog Já, Er það ekki? Jó, já Þannig að ekki bara að byrja þetta Ég með heldur marga spurningar Helviti Já. mikið já það mátt alveg minga Hefur haldið upp á ammælið þitt á síðustu 10 árum Já, 10 sunnum Þú heldur alltaf upp á það Já Já, betur, hef ég ekki gert það eitthvað? Nei, ég hef ekki farið í ammali til þín sem ég kynntist þér Steinþór Þannig að þetta er nei hjá þér En byrju, en Já, nefnum það bara ekki Ég bóðið ekki nefnum að það er bóðið, þú veist, sínjóðum á mömmuðin ykkur og kökur og Já, kleinur Það er ekki haldið upp á ammælið Nei, sko. ég fæ oft fjölskylduna heim í grill Já, það er ekki afmæli. Það er ekki Heldur ammali ekki upp á ammælið þetta Já, ég nenni ekki að tala alltaf um þetta viku Eðlilegt, Ég það er gerði alltaf. það bara næst Já, ammali desember Það er 1-0 fyrir blöð, þetta er ekki að byrja vel fyrir Nei, Steinþór við áttum von. Er ammælið þitt þér ofalega í huga allan ásins Já Allan ársins, þú veist að þú ert ekkert að koma Ég veit að ég kem ekki það vel út úr þessu Ekki þú heldur Ég byrjar að sko ásins já, eftir ammali Hann er bara hreinskilinn. Ertu að hugsa um þetta í lok júlí? Hann er ekki að ljúga Nei, eftir ammali þá kemur ekkert sem ég er að hugsa um þetta En þú byrjar að hugsa svona, alveg, þú veist, 10 mánuð fram í tíma, hvað er ekki á næsta ári? Já, svona 9, 8, 9 Já, hvað væri gaman að gera? Steinþór, þú byrjar að spá því? Nei, ég hef aldrei gert það Hann er aldrei haldið upp á það Ég líka, Veistu hvað það er? Ég hef lent í oftar en einu sinni að ég er ammali á þess að vita já, sko, Við getum orðað þannig Það er enda fár rosalega sérstætt, sko Mér var einu sinni bara sagt Og það er, bara- næsta spurning Ég er, er bara köku í rúmi. hefur átt ammali en ekki fatta Já, Nei, ég hef gert það Ég hef gert það Og það er ekki Hvernig áttu svona ammali og kannski veist fyrir ég var eins ás eða 2 eða 3 Það er ekki svona langt Þú síðan gefur náttúrulega alveg zero fucks með ammalið, sko Nei, þú veist, mér Nei, nei, ég veist ekki svona hvernig átt afmæli. Jú, ég veit alveg hvernig ég ammali Allir konni í jólagýr þegar steindu ammali sko Já, þú Hvað er veist, það sem þið gerir það? við erum alltaf síðustu ári Við 9. des. höfum verið að gefa út Samt Ég er það mikið skil ammalisbarni, ég veit hvernig þið er ammali 9. des, 13. mæ Já, jólatraffikin er samt ekki alveg byrjuð Ég vaknaði með svona muffins með kerti á hana Og ég bara, hvað er að gerast í það? Á ég ammali? Er það eitthvað að gefa þér það?
Já, bara konan hefur komið með litla köku bara, þó að ammælistagurinn sökki að tímasendingin var haldið upp á og málega það er ekkert sem segir að haldið upp á það samdægus. Nei, tímasendingin Svo janúar, leiðilegt til mánuður ásins á Íslandi haldið bara upp á það þá. Ég sagði ekkert maður við Steinda hvað myndið drepa eða þó var ekki nema bara heyri okkur nokkrum og við fyrir mig smá pílu. Það er ekki svona, það er ekki budget í haldið upp á ammæli sko. Nei, þú maður komið með 2 börn og konu þá var allt svona gott bara, ég er að fara í ammæli að Steinda sko. Tímasendingin hefur ekki verið að vinna með mér að desember, það er svo kallt og það nennir enginn eitthvað í desember. Ég nenni Ég get stólað á blöð Ég get stólað á blöð Það er bara líla afsökun hér Auðvitað nenni fólk En væri eitthvað að því að halda upp ammálið sitt bara sömri til þótt maður í ammálið desember? Nei, halda bara upp skýt saman hvernig átt ammálið Halda upp á næstu helgi Fólk er bara party Ég ætla bara með party næstu Það sem fólk vil Halda upp ammálið næstu helgi Halda frýtt áfengi og hell líka okkur artistum og fólk mætir Já, ég get bara gert það næstu Hellinga okkur artistum, það er algjör óþári Bara halda upp á borða Ég nefn ekki að mæta hann og vera með eitthvað hús DJ sko Ég er 37 ára Þannig að Blöð heldur Bamali Hann er alltaf með award-winning line-up Nei, það er ekkert annir Er það ekki stóra ammali? Það er bara að vera stóra ammali Ég er bara 37 Ég man ekki eftir að það hefur verið lill hlæring på Blöð Og 38 á þessu ári Hefur þú leikt hörpu fyrir ammalið þitt? Já Stenþór? Nei, ég hef aldrei gert það Erstu ekki komið punkt? Nei, hann er bara veit alveg Hann er alltaf að spyrja eitthvað sem ég Jú, ég er með punkt Ég held þú myndi á punktur Haldur bara ammálið þessu 10 árum Ég held að það væri það Þú myndi fá 1-1 þarna Það er 2-1 Nei, það er 4-0 Hefur það gerst? Þú fær ekki stig fyrir að veit ekki að þú hefur átt ammali Nei, það ótt að vera king of birthday Nei, það var ekki stig Þú veist, því að king of birthdays Þannig að Blöð fekk punkt Það er 4-0, já að 4-0 Hefur það gerst að þú hleyftir ekki Steinda skástrík Blöð úr ammálinu? Já, það er komið fyrir Já Nei, sko, það var ekki hleyft heim Það er ekki hleyft heim? Ég mátti ekki fara heim Og það þýr að Blöð er rosalega ammálinu Það er bara punktur og Blöð, sko Hefur þú ekki hleyft Blöð heim? Jú, ég hleyp hann alltaf heim Já, hann er aldrei haldið upp ammálið sitt Hann getur ekki þátt í þessari keppni Þú er aldrei stoppað hann í húnum og þú er ekki að fara heim, sko Ég held ég að bara aldrei stoppa hann á æminu og hann bara má alltaf fara heim sín Það segir að finna í þessu Veistu hvað Steindir að ljúa mikið hann Hvað, það ljúa núna? Já Hægt að ljúa Steindir Ég skal útskýra þetta fyrir þér nákvæmlega eins og þetta var Eðlilega, sko. Við komum heim eftir Keflavík og af því að það var opið til 5 þetta var á 50 Þú voru þá að byrja þess aftar En það er heldur seint 5 Nei, af því að málið er að Keflvíkingarnir kunna þetta Nei, þú voru að byrja aftar Af því að ég var að fara heim eftir ammali klukkan 1 Þá mátti ég ekki fara heim Nei, það er líf Þá bannarum og sagði við erum farið til Keflavíkur Ekki, okkur Er það ekki rétt? Okkur er þetta ljúa Nei, er þetta ekki rétt? Nei, við fórum allir í geðveikan gýr Þú varst aldrei á leiðinu heim til En þú veist, Ég maður er er ekki ekki að ljúga segja neinu, ég sverða upp á Stráka, þetta börnum. rap hjá mér Ég ætla heim að leggja mig og sagði Blöð bara Negir Nei. Nei, hann færði partí location Við vorum í botsi á eitthvað heim í garðinum já, Svo auðvitað. við fórum með Voru klóksarar? 11-12 leiti fórum til Keflavíkur, opið til 5 Já. Komum þangað, það var bara komið geggja veður 6 morgunin Og þá vildi Svessi fara í PlayStation Eðlilega af því að hann langaði að sína Steinda hvað ég væri góður í NBA Jam Steindi settist í sófan Í PlayStation 3 í PlayStation 3 byrjaði að keppaði mig og Steindi segir sjálfur ég fer ekki heim fyrir ég búin að vinna það allavega einu sinni Sem alltaf gerst aldrei Nei, sem var til 9:30 morgun Jésús Þannig að ég var ekki að halda Hann var slefandi á öxlunum Löngu sofnaður Þannig að Blöð hleyftir alveg heim og Já. bara Þetta var keppniskapi í Steinda sem held honum hann langt fram á morgun Já, það getur þetta alveg verið rétti á blöð þegar hann segir það Var þetta Hvað ekki heldur ég bara alveg, ég myndi segja við hann klokkan 9:30 morgun Nei, þú ferði ekki Það neitt er samt verið ball the move hjá þér sko Nei, ég myndi bara aldrei gera það Það fær ekki stig Ok, sko, 5-0 Þetta er samt að þetta er að vera vel vandræðast Við áttum Ég alveg er vona á basically þessu búin að stigum. vinna Við áttum vona á þessu Já, nei, það er 5 eftir sko Það getur verið 5-5 Þetta er ekki 10 spurningar Þetta er langt maður Ég veit þess vegna var ég að segja, það drífaði í gang Hefur þið fyllt kastala eða höll á 10 ára afmæliðinu? Já Okay. Já, eða ekki Já, það var Steindi Þú ert stig komin á blað Takk fyrir Til aðmikið, 6-1 Takk Ég er ánægður að fá stig í Vilt þú að vinur og vandamenn og fjölskylda takki sér 2-3 daga frí til að fagna á afmælinu hínu? Ég var helst til að vera 2 vikur Ef ég er hreinskilin En já, 23 dagar, fínt Nei, Sko, ég er að fara í fyrsta skipti í 2 daga afmæli á þessu ári og ég er Þú ekkert mætti eðlilega líka á Rangá sko Það Nei. gilsar að hætti The Penguin Suite Ég er að fara Ég var heila helgin að það sko. Ég er að fara að upplega 2 daga afmæli fyrsta skipti Kim Kardashian var líka í The Penguin Suite sko Já, já Hún var bak þar sko Herðu, næsta Er afmælisjafl þitt uppáhaldsjafl? Afmælis, já Ekki Já, þú veist bara Út af ef þið svarið já, þá er þetta punktur
Svo er það páska eða jóla eða þú veist eða sumar eða ekkert eitthvað sem að ekkert spes setu öll á sama hillu einhvern veginn. Já, það held ég líka. Herru, ég var að taka plásturinn á sárinu, sér þetta? Új bara, og sýking á þetta sko. Sýking? Þetta er bara límið, þetta er límt saman. Er þið búin að vinna þetta? Já, sko, ef stendur það punkt 7-2 miklu skára en 7-1, saman þar. Hefur þau blásið á kerti og köku og fengið svo blástur sama kvöld? Það er ekki hér. Segðu bara já á 7-2. Segðu já. Það er nei hjá mér. Það er nei hjá mér sko. Segðu já á 7-2. Hefur þau blásið á kerti og fengið blástur? Er það að tala um hárblástur? Nei, stendur 7-2. Nei, ég hef bara sammála. Ammælisblöð reykti þessa keppni 7-1. Sjokker. FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Það er Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem færa ykkur FM 95 Blu hér á þessum föstu degi. Talandi Keiluhöllina þá er 2 fyrir 1 á barnum til 11 í kvöld og svo er rúta sem skuttlaði niður í bæ. Það er rosalegt sko. Það er alvöru tilboð og ef okkar besti maður búið er að hlusta þá má fara að fylla á Túborgjallinni hjá Í okkur. kvelli takk. Það er ekki? Jú, það verður eitthvað komist í hann, hvort það var Þráinn eða Tommi Steindós á X-inu, ég veit Eða það Richie ekki. sko. Eða Richie. 3 álvöru fyllibittur sko. Það vantar ekki þetta fyrirtæki. Svo má ekki gleyma að bylgjustúdíu yfir hliðina sko. Ég veit Það er alveg Ég meina yfirlt í erinn að hafa partí hérna sko. Já, Það er mjög sjálf að þetta sé ekki partí nú. Mjög rólegt fram í núna. Að sumað, fólk er alltaf bara í sumafrið þegar Nei, það er ekki flestir í sumafrí í júli. Já, það er oftast þannig. En svo erum við náttúrulega 3 vel blöðin en við hefum ekkert verið mikið í kjælinu núna. Hann var að fara að fylla á búið tæman Túborgjallinni. Herðu, eru þið ready, drengir? Við ætlum að fara í sturlaðar staðreyndir. Fá smá visku inn í þessa vitleysu hérna og eini liðurum sem að fólk getur lært á. Hætt að fykt í puttanum að stendi. Ég verði alveg að sauma Skarnast sig af sig puttanum daginn sko. Ég var að taka plásturinn af hérna og kroppaði smá lím í burtu Puttunum er galopið Vandaði í eldúsinu, ekki vera svona út af við og hægur, ekki eðla hægur sko. Herðu, hætt að kroppi þetta og hlusti. Eru tilbúinir? Já. Því að, sko, ég veit nefnilega að það er fullt af fólki sem hefur nýtt sturlaðar staðreyndir. Er ekki það? Já, það er Hvað fólk hefur nýtt? Já, ég hitti stelpu sem sagðist alltaf skera lauk núna þá væri hún með tyggjó, því hún heyrði það í sturluðum staðreyndum. Það er rosalega sko. Já, Það er Píp er rosalega þetta Kveiknaði í ég er að hleypa hérna inn. Herðu, Það er þreitt píp sko. eru tilbúinir? Herru, það er komið geitungabú fyrir utan hjá mig maður Herðu, ég ég held held það í sturlaðar Já, kíkjum á það Já, en okkur ringir ekki í mendir eða nokkur Jón Steinar, heitir hann ekki? Ég ætla að fá hann sem kom í blökasti. Já Hann var rosalur. Látt hann græja, getur ekki búið Herðu, tilbúinir? Já. Já, það er einu hrossaskítur. Þannig að þið og hlustendur Einu manjur. Já, reynið að spotta, kannski eitthvað fólk að gera út á land núna. Þú er svo góður í þessu að það er engin leið að spotta Ég er ekki að vera leiðilegur, það er bara ekki hægt Ef að fjölskyldu stemmi ekki í bílnum þá getið þið svona farið í keppni í bílnum, hvað af þessu keptaði? Það er góða punktur Ok, allir ready? Já. Orðið fuck er sagt 176 sinnum í myndinni Superbad og það er næstu 2 sinnum á mínútu. Ég vil segja þetta Fuck? Já, það ekki. Já, ég meina, veist, þú getur sagt fólk að stilla á bylgjuna og sagðar þetta orð, sko Þetta er ekki það er a 4-letter word, sko Já, hvað er í gangi? Það séu miklu En verið sko, hluti það. þetta make a sense Ég er búin að horfa á Superbad er geggjuð. ekkert eðlilega oft Já, Það er ekkert eðlilega góð mynd, maður já, ég þarf bara að horfa á Hún hann er aftur. geggjuð En þetta er met, 176 sinnum eins og ég segi, næstu 2 sinnum á mínútu. Já, ég held að sé rétt Ef að jörðin myndi hætta að snúast núna þá myndir þú fljúa á næsta vegg á 800 km hraða. Það var heldur reitt, sko Já, það myndi enginn lifa það Já, hún má ekki bremsa niður Nei. Hún mátti hægja það sá sér, sko Já, hún má ekki bremsa. En ef jörðin myndi negla niður Já, Þá ferður á 800 km núna Í Við vegginn. bara, já. bara dúf. Ég myndi fara híðan í glerið þarna, pottitt fara í gegnum það og enda þarna 12 ekki stór frammi. Haldið allir í heiminum myndi deyja Já. Ekki Það er ef þú værir ofan í fimmleikagrifu Akkurat þegar gerist Kannski. Fólk er út um Eða allt. syndandi. Já, fólk er út um allt. Já, Eða í syndandi, sundi. já. Já, Ekki nema Jú, 800 þú myndir En þú ert akkur í boltanum hana Svo treður inn í og hleypurum og hleypur næsta gæja Það þarna- til dæmis, sko Það er einhverjum myndi survive Já, og þá þurftu þeir að byggja upp jörðin En við aftur. erum í vesinni hérna í þessu stúdíu, sko Við verðum döðir. Ekki nema líffærin að þau myndu bara klessast öll bara á þessum hraða Þú sama hvar þú væri Þóttu Já. væri í bómul Það var mjög þungi. Já, ég Já. Svara næsta. Ekki það ekki Í Sensoi Sensoi Já, Sensoi fyrirtækjunu í Japan. Ertu rekin heim ef þú ert ekki brosandi. Þú Það ert er geðveik regla. þú ert rekin alveg ef það gerist 3 sinnum. Þetta Þannig að finnst þetta mér er basically alveg þú færð regla. gult, svo færðu appisínu gult spjald, svo færðu bara rautt spjald. Það er frábært. gamlega akkurat ekki brosandi Það er ekkert leðilega fólk í vinnu sem brosir ekki, sko Já, en hversu þreytt er það út kannski erfiðan dag hérna frammi og Þórólli kemur bara, herðu, drullar heimu Já, þú ert ekki brosandi. Ok, snúðu svo við Veistu hvað Hversu er erfitt gaman að er brosa allan daginn? Ef þú ert á mándi
búið erfi helgi, doppelheader og 2 CM. Allir skælbrósandi. Mætir eitthvað gangir, mann brósandi sem allir brósandi, maður svo nýr. Þetta bara fake brós. Heldur þú að þetta degju þing og sett bara svona? Það getur það enginn. Það ekki hægt. Það eitthvað besta hugmynd brostu. Það ekki hægt að vera alltaf svona. Ég gef þeim að ég sen svo að þú færð 2 sjensa. Valli Sport notað á Íslandi, sko. Nei, mann ekki bara tala út að tala í útvarpi. Hann sagði mig að alltaf út að tala í útvarpi verður brósandi, sagði hann. Það skila sér. Hlustu til heyrið það. Þeir vilja meina að þetta virki hérna í Japan. 40% fólks hefur aldrei fengið blóðnasir. Næstu annað hvað maður sem skildi. Allir lenti því einhvern tíma. Já, ég alltaf 40%. Ég maður þarf að steindi fyrir blóðnasir. Ég fekk blóðnasir. Erlendi svo með veislustýra, hann hringdi konuna sín og hringdi í lækni. Hann fekk svo mikið, hann fekk bara taugaáfall. Hann hefði byrjað að leka nefina hann. Ég bara var að reyna útskjöfa hann. Þetta er alveg eðlilegt. Nei, ég hef aldrei fengið blóðnasir aðeins minni. Svo vorum við að lappa upp stiga. Og allt er byrjað bara blæðar. Brætonir. Ég man ekki hvað það voru. Nei, var þetta ekki bara hérna á Akureyri eða eitthvað. En við vorum allavega að lappa upp stiga. Ég gleymis aldrei. Allt er byrjað að fossa. Þetta er bara nokkur á síðan blöð. Byrjað bara mjög leku nefina. Ég bara, hvað er gerast? Það hefur gerst hjá hellinga fólki og ég reyndi að útskýra fyrir því svona kortir áður og hringdur um all land. Já, en máli að ég nefnilega ekki maður sem fær blóðnasir, sko. Allt fór ég að fá svo mikið af blóðnasum. Ég var bara að lappa upp stiga. Ég held ég var að deyja. Það væri eitthvað bara inn í mig sem hefði sprungið eða eitthvað. Helski áttu mikið. Nója Jún. Tarantúlur kunna synda. Já. Ok. Þetta segja Munir, sko. Ég held að segja það í sundi. Hefur þú séð margar? Nei, þú veist, ég held að segja tarantúlu. Nei, ég held að segja það í sundi, þar. Ég meina, þú var sundluða verður. Þú sást aldrei tarantúlu skrásinn og... Nei, ég sást aldrei kóngur og synda. En ég smakkaði tarantúlu. Það var ógæst. Já, búið grillana. Viðbjör. Herru, svo næsta stærsti dagur Dominos voru uppa í Bandaríkjunum var ekki tengdur Super Bowl. Heldur þegar lögreglan var að elta O.J. Simpson í beinni útsendingu og 95 miljón pantins. Já, það var alveg TV. Já, þá satt fólk bara heima. Ég man eftir þess að það var New York, Houston leikunum var í gangi og það var bara hætt. Hvað var þessi eltingarleikur lengi? Hann var hillingi. Var þetta eitthvað nokkuð klukkutíma? Já, hann stoppaði eitt strax. Þannig að bara það voru allir að horfa á þetta. Já, og allir að panta sér pítsu. Rosalegt. Grizzly Bear, hvernig segir maður það á íslensku? Skóabjarni eða? Já, hvað er Grizzly Bear? Það er ekki gott orðið við þetta, bara segðu bara Grizzly Bear. Já, Grizzly Bear getur getið keilukúlu. Hann er með það sterkan kjálka, hann getur tyggt keilukúlu. Það er alveg skellur, sko. Já, skellur, það er bara... Veitu, hvers konar björn er þetta? Grizzly Bear, þessi stóri ná. Skóabjörn, ég vil ekki lendi í honum, sko. Nei, ég myndi sleppa og svo er það síðasta. Barir í Bandaríkjunum hækka þétt tónlistin á hverjum klukkutíma því hærri tónlist, því minna talar fólk og því meira drekku það. Þannig að þetta er vist einhver lögmál í Bandaríkjunum sem út á bar. Já, þeir vilja ekki að setja spjalla. Þeir vilja að setja panta drikki. Nú spyr ég hvað er svo að kæfta þið? Það er engin leið að vita. Orðið fuck og sagt 176 með myndinni Superbad. Ef að jörði myndi að hætta snúast myndir að fljúa 800 km hraða í Sensei fyrirtækinu í Japan. Ertu reikin heim og ert ekki brosandi. 40% fólks hefur aldrei fengið blóðnasir. Tarantúlu kunna synda. Stærsti dag Dominos. Grizzly Bear getur getið keilukúlu. Og barir í Bandaríkjunum hækka þétt tónlistina. Ég ætla að teipa að Tarantúlu kunna ekki að synda. I call horseshit þar. Ég ætla að segja 40% með blóðnasinnar. Nei, hvorur hvað þetta er rétt. Nú getur þið giskað í bílum. Kæftæði var í Sensei fyrirtækinu í Japan. Ertu reikin heim og þú ert ekki brosandi. Það bjó ég til. Það var geðvik regla hjá þess að rosalega. Veistu að fólk hætti að taka þetta fyrirmyndar? Nei, við getum kannski tekið það upp. Ég var að vinna í IKEA og allir verið skjálf brosandi. Það verið alveg veist. Það verið óþægilegt lengtar, allir eitthvað feik brosandi. Það er Stjáni á lagunum alltaf heldur þungt yfir hún, sko. Það verið gaman ef alltaf verið skjálf brosandi, sko. Það er þeir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum komnið með rándýran gesti í stúdíóið. Það er okkar besta Svala Björgvins, verður velkomin. Takk fyrir. Hvernig ertu, þennan föstudaginn? Ég var að koma af soundchecki og ég var að bruna hinga til þess að koma og vera með ykkur. Var allt upp á 10 í soundcheckinu? Það var það, sko, því að Haffi hann er sem sagt plötusnúðurinn minn, hann er að spila músíkina og já, Haffi er þetta. Við erum að koma beint á soundchecki. Hann er að sjá líka bara, þú veist, bara hljóðið á vókalinu mínum og allt, sko, þannig að ég er bara solid, þetta er bara geggja. Lætur þú heyri í þér ef að græðunar eru ekki upp á 10? Já, ég er rosa pró, sko. Ertu dífa? Nei, ég er bara svona, þú veist, ég er pró, skilur, ég bara, þú veist, ef það er eitthvað feedback eða eitthvað skrít, þú veist, það verður alltaf að vera upp á 10, sko. Þú ert í góðum höndum með Haffa, sko. Já, og við erum líka búin að gera þetta oft saman, þannig að við erum svona alveg. Þetta sem að lendir í að þú ert að fara að syngja, við erum nú, sko, muninu okkur að við kunnum ekki að syngja. Já, einmitt. En þegar er hræðilegt hljóðkerfi, það er svo vont. Hefurðu hafnað giggi af því að hljóðkerfi er ekki nógu gott? Nei, ég syng bara í gegnum það er slæmt, sko. En þú veist,
manni líður ekkert svakalega vel sko þegar maður er að syngja í gegnum svona slag, þú veist það er feedback og svona hátíðni hljóð og það er alveg ógeðslegt sko. Þá er bara gamla góða trikkið, fókus á endan á mikrofónunum, þá fyrir allt annað á fókus. Já, þá heyrir samt alveg hvað er lílegt. Og tekur kikki á kassan. Já, nákvæmlega. Það var nýtt lag? Það er nýtt lag sem kom út í dag sem heitir Bones. Og nýr plötusamningur, ég var að skrifa undir við Alda Music og fullt nýri músík á leiðinni og bara, já ég er mjög spennt. Finnst þér skemmtilega að semja á ensku heldur en íslensku? Ég ákvað núna að gera á ensku því að okkur langar aðeins líka að reyna að senda þetta út og svona og ég gerði svo mikið íslenskt alveg í 2 ár sem mér varst óslega skemmtilegt en mér langaði svolítið að þú veist, ég á, það er aðsnallt að segja þetta ég á svolítið mikið svona erlenda fans Já, ég meina á enskan er skemmtilega en íslenska Þú veist, ég er bara að segja, þú veist, maður á, þú veist það eru Eurovision fanarnir og þú veist, og bara maður er búin að vera svo mikið erlendis að maður vil líka gefa þeim, þú veist þannig að þau skilja líka Mér finnst alveg vera smá svona Eurovision feelingur í nýja læru Það er mega Euro Þetta er svona power electropop sko. En hvernig talandi fans erlendis Real Me lagið, The Real Me það var allt bara komið á bullandi flug en er það þarna rétt fyrir það er, sko, það kemur út sumarið 2001 og er í topp 20 á Billboard listanum í Bandaríkjunum og og það var bara styrlað sko því að þetta er fyrsta lagið mitt og svo til platan að koma út 15. september og svo bara gerist 11. september og þá kom bara engin músík út nema bara þjóðsöngurinn eða eitthvað og þá svona bara breyttust svolítið hlutirnir hjá labelinu mínu og þetta var ógeðslega mikið vesen ég var, þú veist, það kom annað label Capitol keypti labelu mitt, þannig að ég færiðist yfir þangað og festist þar og þurfti að fara í málaferli til þess að komast út úr þar og fá nafnið mitt aftur þegar áttu nafnið og plötuna og það var bara svona psycho-vesen Maður har oft heyrt þetta samt, þú veist, það eru margir Íslendingar en nokkri sem að veitum sem hafa einmitt sænað út og þá er bara svona eins og fyrirtæki bara ok, þetta er geggja stöf okkur langar bara að fá þetta en síðan gerist ekkert endilega neitt þá er fólk bara að berjast að fá tilbaka Myndur ráðleggja bara ungum upprennandi tónlistar fólki á Íslandi myndur ráðleggja að semja við bandarist plötufyrirtæki? Já, ég meina, þú veist, ég held að líka bara þarna, þú veist, ég er að sæna sko ég er svo ógeðslega gömul sko ég er að sæna 98, 99 sko og þá eru bara svona stórir huge 6 plötu samningar skilur, þú veist það eru bara 6 plötur sko það er ekki náttúrulega bara Spotify, þetta er allt öðruvísi Nei, þetta var bara geisladiskar skilur þetta var allt öðruvísi sko Því maður Jón Jónsson, hann vildi líka komast út á sínu tíma frá Sony Ég meina, þú veist, maður lærir ótrúlega mikið á þessu, ég var í 4 ár hjá Priority Records og EMI þú veist, og Virgin í Evrópu og maður lærir náttúrulega, þú veist þetta er svo mikill skóli, þú veist að fara í svona og það er bara mjög gott að vera með, þú veist, góðan lögfræðing og umbásmann ég mæli með því Er þetta ekki líka í dag meira bara svona það er verið að þetta eru dreifingarsamningar miklu meira svona bara smáskífur og svona þarna er verið að gera, þú veist, á þessum tíma er verið að gera svo mikið, þú veist, einmitt 4-5 plötur fram í tíman, skilur þannig að maður er fastur kannski í 30 ár, sko þú veist Ekki það að við vitum nú mikið þetta við félagarnir en ég held að fólk er nú alltaf allavega að hugsa tvisvar ára að selja masterinn frá sér Já, það er rétt Þetta er alveg rétt hjá þér sko. Þú veist alveg hvað þú tala Þá ég ekki að umbyggun Ég er laus ef ykkur vantar umbásmann Já, algjörlega Líka bara semja sitt eigið efni sko því það er náttúrulega royalties þú veist, það eru stefgjöld fyrir það sko og búndarnir sko, það eru semur sjálfur sko Já En er þetta ekki í dag, er ekki ástæðan fyrir að það er allir að túra að því að nú er bara peningun í því Það er bara peningun Þetta er, þú veist, ég meina, þú þarft að vera alveg með bara eitthvað billion plays á Spotify til þess að make eitthvað alveg peninga, skilur Þannig að það er mitt mörds og þú veist, að koma músikin inn í auglýsingar og bíómyndir er mestu peningarnir og mitt að túra, skilur Þú ert búin að vera í tónlist bara síðan hvenær? Sko, fyrsta lagið er ég 7 ára með Ómari Ragnarssoni Jólalag sem heitir Ég ætla að skrifa jólatrí Já, það er fyrsta lagið 7 ára gömul Hún er að vera að syngja síðan Já, og svo bara, þú veist, 9 ára kom fyrir jól og svo ég lagast til og svo bara en ég fór svona í alvörun út í þetta þegar ég var 16 þú veist, þá kom Óstolt Vos og þá fór ég að gera bara mína tónlist Var erfitt fyrir þig, mér líður bara pínu núna sem ég komin í tónlistamenn okkar það er sem margt sem ég langar að spyrja Já, spurðu bara Þú varst orðin úlingur varstu svona eitthvað resentful út í það og efri barnastjórna Já, mér fannst það glatað sko Já
Erfitt fyrir að láta taka þig alvarlega sem tónlistamanna. Mér finnst það bara, já, mér finnst það hallarslegt, skilur. Maður var eitthvað í, þú veist, í grunnskóla að fara á böllin, ókslega cool og eitthvað svona jólaböll og þá alltaf kom þetta lag, ég alveg frábært. Þú veist, ég alveg 11, þú veist, var 11 ára þegar ég söngið og ég var, þú veist, 15 bara eitthvað, Jesús minn. En svo náttúrulega ferðu út og býrðu út í lengi stíl og allt það gerir svolítið margt þarna, sko. Ég var alltaf búin að vera, þú veist, ég flytt fyrst út, sko, beint eftir menntaskóla og flytt þá til LA, þannig að þetta er búið að vera svona off and on alveg síðan, sko, já, 99-2000, þar sem ég er bara í LA og svo hér, svona. En svo flytt ég alveg út í ykkur, 10-11 ár þarna með stílort, sko, þegar við fluttum út með bandið. Gægjaðu tími? Gaman að búa út? Geðveikur tími, sko, og en samt svona, þú veist, ég var samt alveg farin að sakna líka Íslands. Það er svo ógeðslega langt í burt. Ég ætlaði einmitt að spyrja þessu, þegar maður er búin að búa út svo lengi. Þú veist, þetta var geggjað fyrst þegar ég fór, þú veist, það var ég alveg bara, þú veist, ég ætla aldrei að koma aftur til Íslands. Ég ætla bara alltaf að búa hér. Og svo var ég búin að vera þarna, þú veist, í smá tíma, þá var ég alltaf orðin ógeðslega mikill Íslendingur. Ég var alveg með fánana og alveg bara íslenska pulsur og ég var saknað svo mikið. Já, einmitt. Þú veist, og við alltaf Íslendingar saman. Við erum alltaf að segja allir það. Egil er ofta að tala hann langi að flytja erlendis. Ég held að manni langi alltaf heim fyrir rest. Ég er ekki að tala að flytja erlendis. Það er frábært að pröfu þetta. Að eilífi, bara taka ár og aftur heim. Það er mjög sniðugt. Við ætlum bara í ár, svo vorum við einmitt ykkur 10-11 ár, sko. Og bara ég held að ár sé ekki nóg, því að ef þú ferð í ár þá ertu samt ennþá þú ert að túrista þú ert að ferða út að borða alltaf, þú ert ennþá í ykkur svona, ég er samt í semi-fríi fíling, þú þarft eiginlega að vera bara að koma í lókalinn. 3 ár, þá ertu alveg, já, einmitt, ég þarf að borga skatta og vera með, þú veist, healthcare og þú þarft alveg að, þú veist, borga tryggingan á bílnum og þú veist, alveg svona real life, skilur, þá verður það allt öðruvísi, sko. Það er, ég þarf bara að fá þig einhvern veginn í, sko, það var pæling að fá þig í tónlistamenninu okkar núna, en það sem að pabbiðin er nú þá fannst okkur skrítið að vera með ykkur bæði. Já. En hér er uppljóstur hann er náttúrulega með mjög mikið að sögum, sko. Já, ég hver ekki sagt þetta. Ég tilkynnti að Nanna of Monsters Menir í seríun af tónlistamennum okkar og ég get sagt það bara núna. Bó Haldósi líka. Við fórum að hitta hann á jólatónleikunum. Já. Geggjaður, sá var í gír eftir tónleikana maður. Hann sagði bara, nú ætlum ég bara að segja allt. Þannig ég get lofa ykkur því að þátturinn með Bó verður algjör. Ok, ég er spennt. Hann var geggjaður, sko. Hann var í gír, kallinn. En við tökum alltaf eitt, það eru hraðaspurningar til að fáum gesti til okkar. Og til að leyfa fólki að kynnast þér aðeins betur, Svala, þá ætlum ég að spyrja þetta nokkar spurningar. Þú hreinstar hugan. Ok, ég þarf bara að svara strax. Já, basically Máttalega hugsa í 2 sekundur. Það er ekki eitthvað panik, sko. Það er svona fyrsta sem kemur upp í hugan, basically. Uppáhaldsmatur? Pasta. Besta bíómynd allan tíma? The Core. Lið í ensku? Guð minn góður. Ég veit það ekki. Hvað er uppáhaldsliðið? Bara Manchester eitthvað. Æ, sorry. Ekki Newcastle. Ok. Hvað kveikir í þér? Ég veit ekki. Já, ég ætla ekki að segja það. Nei, ok. Ljósarðu menn. Hæ? Ljósarðu menn. Ljósarðu menn. Ekki skott, nei, hvað er ekkur á djaminu? Ekki sköllóttur, sko. Hérna, Collab. Collab, hvað er mest í töðunar þér? Hérna, Þordómar. Hvaða lag tekur í karaoke? Hérna, Power of Love með Celine Dion. Hvað er það skemmtilegast sem hún gerir? Ferðast. Já, hver er þinn helsti kostur? Hreinskilin. Hver er þinn helsti ókostur? Það er bara, já, ég get stuttu þráður stundum. Já, ok. Áttu hlutabréf? Nei. Uppáhaldsslagið þitt með þér? Ætla sé ekki bara 1, 2, 3 með stílort. Ok, geggjað. Ég fekk alveg kvíð. Þetta var bara mjög vel gert þér, Svala. Ég er að setja The Core á í kvöld. Sko, ég er að segja þér að hún er það slæm að hún verður góð. Já, bíómyndin. Þú veist, ég var í svona klubb út í LA sem var svona Bad Movies Club. Við hittumst alltaf og horfðum á óslega svona slæmar myndir og það var ógeðslega gaman. Og The Core er þá besta mynd á það tíma. Og það er alveg ótrúlega, þú veist, það er frægi leikarar og allt og hún er svo vond að hún verður geðveikt. Ég er alveg að horfa á þessu mynd. Já, hún er svo fyndin að hún er svo slæm þessi mynd. Ég dyrka það. Þú veist alveg, Hilary Swank var nýbúin að vinna Oscarinn og hún alveg bara, ég ætla að gera The Core og alveg bara versta mynd. Er hún í henni? Já. Já, ok. Ég ætla að gera The Core. Já. Ég ætla að segja það, þú ert eftir að liggja í kasti. Svala, geggjað að fá þig. Gangi vel í kvöld. Takk Sjáumst annað kvöld. Já, við erum að fara að gegga saman með þér. En hér er nýja lagið Bones og bara njótið og takk fyrir að koma, Svala. Takk fyrir mig. Hækka
Hárið, það eru Dynout.is og Loop sem færi ykkur hér FM 95 Blöð á FM 957. Við vorum að kveðja Sölu Björgvins rétti þessu, hún satt hérna að spjalla við okkur. Og haft með henni, bæði geggju. Já, geggja lagmar, ég ránaði með það. Já, flott lag hjá henni. Þetta flott lagmar og þetta er svona Euro, það sumafílingur í þessu. Já, og við vorum að fíla þetta allavega við drengirnir, svo vonandi þið líka, kæru hlustendur, en það er eiginlega bara komið að lokum. Hér hjá okkur, já, klukkan 6. Við náðum ekki, þekkið ekki. Nei, fyrsta sinn í langan tíma sem þekkið ekki er ekki. Í alvörunni? Já. Við Sko, ég það er klukkutíma ég líður vel með það, því að þetta er svona, ég er mig reynda var ég stressaður yfir Idol dæmin á hann, en ég líka stressaður yfir þekkið ekki. Já, Idol getur þetta að koma aftur, djúður skemmtið mér. Já, ég steindi var ekkert eðlilega slakkur, sko. Það er svo þægilegt að vera dómari bara. Já, finnst þér? Við bara þökkum fyrir hlustununa í dag, kæru hlustendur, eigið góða helgi, við erum mættir, já það er þáttur næsta föstudag, þó þessi 17. júní. Já. Við ætlum að mæta hérna og vera í gýr, drengir. Verðum við ekki þjóðatíðadaginn. Fólk getur ekki búlið okkur félagarnir frí hann. Nei, líka, við tókum ákvörðun um það, því að það er næst síðasti þátturinn fyrir sumafrí, en við gátum vel ekki að taka frí þá. Já, ég meina, allur júli er í fríi, sem er í fríi hérna 17. júní, það væri weird. Já, við mætum hérna maður og svo náttúrulega blökastið verður í júli, við förum ekki frí þar. Þannig að fólk veit að því. Já, það er sönsan, eru ekki bara beint út í sóluna og fókur einn ískalda bjór og hvernig er það ekki? Ég er bara heima að grilla, en ég var að spá að enda þáttin á nýjasta læginu, Rave Never Dies. Wow, thank you Blondell. Býtu, ég hef ekki heyrt nýja læginu. Ertu búin að vera eitthvað feimið með það? Fílingu félagi, þetta búið að vera on the line í sólring, hann er ekki mátt taka reynsli. Ég er búin að hlusta Þú veist að hann er ekki mátt taka reynsli. Þú veist að þú mjög lélegt. En akkur heitir það ekki Rave Never Dies Never? Nei, Rave, já, ég vantaði Common Never og þegar ég á búin að upplóta þegar ég ákvað að breyta og setja Never Þetta er bara Ray Never Dies. Ég myndi að ef þú var aldrei búin að hlusta Jammy kvöldin Já, ég hlusta á hverju einasta degi 15 ára gammalt lag Smá munið, það kom út í dag þetta lag. Takk fyrir í dag, við minnum á blöðkastið næsta þriðjudag, annars heyrjumst við bara á þjóðatíðadeginum 17. júní.